Sæl, það Frís sem að snýr aftur þriðja útsending tímabilsins og við erum mætt aftur, það er full-lestað. Ég heiti Kristján Einar og með mér hér Egill Plóter og Nei.
Nei, Nei. ótrúlegt. Króli rauðherða. Ekkert eðlilega mikið tjók. Ég elska að framleiðendur Frís í ár hafi bara logið því að Króli væri í þessum þætti. Já, bara búið að setja upp póster og allt þetta stöf. Bara, bara Króli, hann rappar og frægur og eitthvað. En það er ekkert eðlilega stór kæra á leiðinni, sko. Ennbla málið, sko. Ég meina, hann að fá jafn mikið borgað við fyrir þetta? Þú veist, fyrir að mæta ekki. Ég að segja það, þú veist, núna, sko, staðan þannig, við erum alltaf að fara að sleppa einu skipti. Skilurðu? En ef við sleppum bara resta, þú kitta sig á það? Bara einn. Já, kannski. Ég svolítið hrifin að En, ekki Króli í dag, Melina Kolka. Ekki Króli. Melina Kolka, velkomin. Takk fyrir. Bara, thank you for your service að stíga hérna inn og leysa af. It's the least I can do, guys. Nei, the least. og sko. Þetta clickbait með Kidda hann bara. Þú ert líka bara, þú ert líka bara miklu, þú veist, þú átt miklu meira heima en heldur en nokkuð um að geta, sko. Ég meina, Íslandsmeistari í Valorant og fleira, skilur við. Já, heldur betur. Þrefaldur, sko. Þrefaldur Íslandsmeistari. Og við erum að tala um það að við getum loksins. Hvað áttu marga titla í? Bara titla. Talaðist yngri flokka með það? Ég skal leyfa það. Það er fáránlegt að leyfa það, sko. Yngri flokka með aldrei telast með. Ok. Ég náttúrulega vann... Önnu deildin er ekki titill, sko. Nei, það er málið. Ég á ekki Íslandsmeistari til. Er það málið? Leita langt aftur. Já, það þarf að fara í yngri flokkana, sko. Það er bara... Það var ekki titill þar því að þetta var svona, þetta hefði alveg getið lúmsk leið því að láta hljóm eins og það væri ekki margir titlar. Já, maður taka yngri flokkana líka. Já, nú ok. Svo náttúrulega enginn þar, þú veist, það talar ennþá 0. Já, sko, en yngri flokkarnir voru alveg bara þannig í Gróttu í handboltanum. Bara pökkuð. Unum allt, sko. Varstu í liðinu? Já. Fyrirliði liðsins, sko. Ég meina, El Capitano. Melina er þó með flesta titla á okkur, sko. Já, þú vannst ekki heldur. Sko. Er það svoleiðis? Ég veist, í kapastunum... Þú keftir ekkert á Íslandi, sko. Ég var bara 1 áni fyrir út, sko. En segjum að það hefði verið heima. Setjum þetta upp í þá stæði. Já. Hvað værir með marga Íslandsmeistara til? Bara, veit það ekki. Hvað með það? Hvað er það að tala um? Bara alla. Er það ekki? Jú. Værir ekki með alla? Jú, eiginlega. Og ekki vera eitthvað að reyna núna að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað gett söttul með þetta allt, skilur. Þú væri bara með það. Það er alltaf erfitt að hitta þig. Það er bara þannig. Það er svolítið þannig. Menna, þú veist, hóvarði bara önnu tegund að roka. Nákvæmlega. Tjóð er þetta góð lína, maður. Það er bara svolítið svona. Hóværð er önnur tegund að roka. Herðu, þetta er geðveik lína. Bara takk fyrir komuna, Melina. Hérna... Þetta er rosalega lína, maður. Úi, bara. Já, ég er svolítið hrifin að því. Það byrja að nota hana. Var ekki verið að gaslýsa mig hérna bara í byrjunni? Nei. En við ætlum að færa okkur yfir í Frís. Því að það er Íslandsmeistaratill í búið. Einmitt. Framhaldsskólatill allavega. Já, við köllum þetta bara Íslandsmeistaratill. Ég meina það er engin annar Íslandsmeistaratill í þríþraut í rafíþróttum. Er það nokkuð, ja? Þetta er Íslandsmeistar, ég myndi kalla þetta Evrópumeistarakeppni. Þetta er rauninni eins og NFL, skilur við, sem að vinna Super Bowl er bara World Champion, sko. Já. Þú veist, sem vinna NBA, heimsmeistari. Það er rétt, þetta er heimsmeistari framhaldsskóla í Íslandi. Ef við ekki bara tala um það? Já, mér finnst það flott. Já, það er gegn. Pælum að þessi. Erum við ekki með hörku rimmu í dag? Erum við ekki bara að fá bracketið upp og... Það er FSU á móti MA. Það eru 2 hörku lið. Hérna sjáum við hvernig þetta er allt saman búið að spilast. Við vitum núna að fyrri undanúrslitin verða tækniskólinn gegn FFA. Hvar hefur við séð það áður? Þetta hefur verið úrslitaleikur 2 svar. Já. Það ekki. Fyrstu 2, bara síðustu 2. Nei, fyrir ekki. Þetta er einu sinni úrslitaleikur, er það ekki? Og til að tækniskólinn alltaf datt út og komst ekki í úrslitin í fyrra þegar að FFA fara allavega leið. En voru þeir ekki í úrslitum með fyrstu 2 árin? Jú, þetta er 2 úrslitaleikur. Er það ekki? Það er rétt hjá þér. Þetta er alltaf 4. sísonið. Hérna erum við í 4. skiptið. Ótrúlega. Jú, náðum að hanga hérna maður. Paldið Kidda tókst að move up in live og komast úr sófanum, sko. Já, sko, það er sögur sem segja mér það að hann sé að mæta henni í næstu viku. Sko, við slum bara að horfa á þetta eins og þetta er. Þetta er ekkert flókið. Er tilviljun að gæinn bara droppi plötu, hún fer bara strax á toppinn alls staðar og þá allt í henni hefur ekki tíma fyrir okkur? Nei, akkurat. Það er bara þannig. Þetta er ekkert brjálæðislega flókið ef maður setur upp þannig, sko. Herri, já, það er þetta kjós í chatinu, maður. Já, herðu, hver mun sigra?
hashtag FSU eða hashtag MA og við ætlum að sjá pollið sko. Já, við verðum svo búin. Þetta er Twitch-tjatið hana sem að ræður þá þessu og þá vitum við svona aðeins hvernig þetta allt saman þróast. En við erum að byrja á CS allavega í kvöld. Sko, FSU voru með 26 stig í undankeppni. MA voru með 20. FSU náttúrulega voru nýlegar í fyrra, fyrst getið sem að FSU tekur þátt og slá tækniskólan í undanúrslitum og FSU var bara einu stigi og eftir sem sagt tækniskólanum og FG í undankeppni og enduðu þessum í 3. sætinu. Kannski fáum að sjá það einu svona hvernig undankeppnin fór þó þessi stigatabla sem FSU voru í 3. sæti og MA hana með 20 stig í 7. sætinu, þannig að þetta svona, við erum að nálgast alltaf þessa miðju, á miðju við erum næst. Og í rauninni var nálgast þá sko að öllum líkindum í jafnæri leiki. Já, algjörlega, en ég meina það eru allir leikir búin að fara 2-1. 2-1 sem er eiginlega, sem kom náttúrulega mjög óvart, sérstaklega í fyrsta leik. Það leiði í fyrsta sæti og í 8. sæti voru þau sem mætist þar og það eru uppsett strax í fyrsta leik í Rocket League. Þannig að þetta er bara búið mega spennandi. Geðveikt, og ég hlakka til að byrja þetta. Glemdum að spyrja Mölnu, sko, hvað er þinn skóli? Hvað slær hjarta þar, sko? Við höldum alveg með skólum hérna, sko. Ég sá ekki minn aðal skóla á tjárstinu, sko, menntaskóla við Hamrahlíð. Nei, það hafi ekki sést því hann bara á fyrsta tímabili í úrslitum. Já, mikil vonbrigði þar. Já, voru ekki úrslitum á móti tennskóla fyrsta tímabili, ekki? Já. Það er þannig. Varstu að taka þátt í? Bara, það er ekki svo langt síðan. Nei. En já, ég verði eiginlega að segja að ég er mjög spennt að sjá hvað MA gera. Já. Og mjög gaman að fá okkur að vera hér í kvöld þegar þau eru að spila. Ertu eitthvað involverið í það? Nei, ég hef alltaf velt fyrir mér hvort það hefur áhrif á að vera í skóla. Það sem er hægt að fara á leiki Hönnunarbraut og hvort það sé eitthvað svona samspil og virðist vera mjög mikill rafíþróttaskóli. Já, Ásbrú náttúrulega búið að vera að sjá um það, en það sem er áhugavert, maður veldur fyrir sko þessi frístenging, er náttúrulega FSU að koma inn í þá næsta ári líka. Já, einmitt. Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með. Við slum sko, við erum að byrja á CS. Það er byrjum á toppnum í dag. Það er leikur leikjana. Og það er komið þá, þú veist, það er allir leikmennir klárinn og sörur. Já, við þurfum við verðum að ranka þetta. Því að það er, þú veist, í raun og eina sem við þurfum að gera svo mátt þú bara fara ill. Það er risa partur, stærsti parturinn náttúrulega af fríst, fyrst og fremst, er náttúrulega rankið, sko. Og við ætlum að byrja förum bara beint yfir í FSU og það er fyrsti kassi. Allt í caps. Mér finnst það bara ekkert málið, sko. Mér finnst þetta samt, sko. Nú bara ég þú að dreita niður einhvernunum? Já, ég get gert það, sko. Nei, ekki, því að þetta er bara, byrjum bara sterkt núna í kvöld og þetta er ás. Nei, hættu. Þetta er ás, kassi, bara kassi. Það er eitthvað skemmtilegt samt fyrir kasturinn að vera með þetta, sko. Nei, þetta er ræðilegt. Kassi á kassa? Kassi á bara kassan, þetta er ræðilegt. Þetta er ekki gott. Þetta er ræðilegt. Þetta er ás. Herðu, svo erum við með hvað? Skibiri, Fortnite, Sigma 420. 420. Einmitt. Skibiri. Fortnite, Sigma 420. Ég ætla að gíska á þetta hefur verið eitthvað svona dæmi. Sko, ef þú býr til nafn, til og með svo PlayStation account og þetta er ekki hún 18 ára, þá getur ekki breytt í fyrir að vera 18 ára. Þannig að við erum mikið að vondi. Þú veist, maður myndi halda það. Skibiri Fortnite. Skibiri Fortnite, Sigma 420. Nei, þetta er bara, þetta er ekki það, en þetta er skemmtilegt. Þetta er ás. Þetta er ás Ice Nosy, við erum að sjá hann aftur. Já, erum við ekki að tala um Nosy samt? Voru við að vinna með það? Við breyttum yfir í Nosy. Nosy? Það ekki, Ice Nosy. Ég man það ekki. Það er ár síðan eðlilega, en þetta er eitthvað skæðið, þetta er 1,5. Já, þetta er alveg bara lang-efst í dag fram að þessu. Shimon, er þetta Simon? Er þetta Simon sem heitir Shimon? Það er svolítið hrifin að því, sko. Já, ég get ekki sagt það. Því að við fengum ekki þann lista. Shimon, herðu, ég ætla að reikna með þetta sem Simon og ég ætla að gefa hann twist. Það er twist á þetta. Já. Sem að, þú veist, þegar þú sagðir það og líður mér að þetta rakkar niður en náttúrulega hæstur fram að þessu. Já, okkur myndi ég rakka niður, Shimon, þetta er svona skemmtilegt. Nei, bara, þú veist, ég ætla að gefa hann twist, það hljómar svona svolítið hart, sko. Nei, þetta er náttúrulega bara 1 upp í, þetta er 0 upp í 5. Já. Svo það séu á hreinu. Þefarinn. Það er eitthvað smá
spes. eitthvað svolítið perralegt. Það ekki? Jú, Ég vildi ekki segja, ég var ógeðslega ánægð með að þú gerðir það, sko. Það alveg smá, sko, þannig að ég, þú veist, þefarinn, samt eitthvað svona, þú veist, þef uppi andstæðinginn, Nei, þetta er bara 0,5. Þetta er óþægilegt, sko. 0,5. Ég er rosalega harður í dag, maður. Dabbi kaldi. Tjóðlega er gott að eiga þetta sem soundbite. Hérna... Rosalega harður í dag. Dabbi kaldi er bara, þú veist, 1,5. Þú veist, það er bara eitthvað, þetta er bara dabbi kaldi. Þú veist, M.A. Banana Tree, þú veist, hvað ert að gefa mér hérna, skilur? Þetta er bara, þú veist, bara Banana Tree. Þú veist, bara einn. Ekki? Það er ekkert í þessu. Það sem við erum að leitast eftir, Milena, svo að sjá hreinu, þú veist, því að ég er náttúrulega með besta Nick á Íslandi. Ok. Exploder. X, P, L, 0, E, 3, R. Ok. Stórt X, skilja mig. Ég kann að meta það. Þannig að ég er með stóran staf, ég er með tölustafina sem ég vil fá aftur inn í gaming-samfélagi. Ég veist það nauðsynlegt, sko. Og svo er ég með náttúrulega, þú veist, tölustafina, háun og lágstaf, skilur við. Þetta hefur allt. Fattar hvað við? Já, ég skil gott við, sko. Ég var alveg smá partur af þessu CS-menningu líka, sko. Vilt þessi bandstrik, setur, alltaf, sko. Herðu, hver er næstur? Keiko? Kago? Er þetta Keiko, eða? Keiko. Fattar þú? Hey, Keiko. Heldur þetta sé Keiko reference? Nei. Bara í kvalinn Keiko? Þú verður að muna þetta, þú veist, hann var dáinn áður en að þessi krakkar fæddust, sko. Og hversu næs væri það að þetta væri bara geðveitt svona vel upplýstur einstaklingur Keiko. Eða heyrði það einhvers staðar og veit ég hvernig það skrifa. Það gæti líka verið. Það er líka ógeðslega fyndið, Keiko. Ég elska bara við öll gráti yfir dýri sem leikur sér að því að slá seli á milli og bara ógeðslega ráttir í heimi. Ég er bara mjög gána. Keiko fær twist. Það var twistinn. Núna er ykkur heima bara, hvað er Keiko? Í alvegni, ef þið heima að horfa þá megið alveg fara í næsta flipa og googla Keiko, sko, þetta er alveg mögnum saga. Já, þú veist, hvað heldur að koma ef þú skrifa C-A-G-O? Já, þetta er ekki skrifað svona. Komast að því? Þetta er sérst ekki skrifað svona. S-Driver. Keiko er mörgjas á klósetti, sem er mjög skemmtilegt, skilur við. Ok. S-Driver, bara, þú veist, þetta er bara 1,5. Kawasaki, þú veist, þetta er bara mótuhjólategund, 1,5. Dr. Ernie var í fyrra líka. Dr. Ernie bara, þú veist. Það hefði verið að reyna hana. Þú veist, 2. Já. Mér finnst það bara erfitt að gefa hana twist samt, sko. Og Bongles. Ef þú segir það svona svo Bongles. Og ég er að fíla þess að setja hann í endan, sko. Það er eins mjög að segja. Ég er smá sammála. Ótrúlegt. En þetta er svolítið ekkert meir en tvistu, krakkar. Það er það sem það er ekki háar einhvernir í dag. Þannig að við erum að tala um það að það eru 3 tvistar hérna. Já. Þú veist, meðaleinkunn M.A. Er 1,66. Meðaleinkunn hjá FSU er 1,25. Þetta er ekki hátt, þetta er ekki gott. Það sem liður í vesinni, sko. Veitu, hvað meinar þú svona með hvað varst fljótur að græða? Bara, það stendur hérna niður í hotni og greiður bara yfir, þetta er rosa sniðut svona. Hefur notað svona töflur einni? Svona Excel, Google, shit. Hacks? Þetta hef ég ekki séð. Kemur það bara átómatískt? Ég elska líka, þú veit þetta bara með slögt á tölvum. Það lukkaði svo að sé eitthvað. Ég er það með ritarminn við liðum, sko. Kemur þetta átómatískt? Herðu, er þetta vertigodeildin í árið? Einmitt. Það er ekki gott fyrir okkur, sko. Nei, það er svona, já þarna kemur þetta summa og get ég bara breytt í meðaldal. Ertu með þetta á íslensku? Er það eitthvað veikur, eða? Er það ekki kúla? Þú veist, bara, ég rata ekki stýrikerfi og dóta íslensku. Herri, þetta er að byrja. Já, við ætlum að vaða bara beint í leikmaður. Djöðu stemming er þetta. Það er vantilega búið að hnífa og svona. Myndi ég halda. Já. Og hvaða liði hvora megin? M.A. er þær, sýnir mér. Ekki? Keiko er að það í M.A. Keiko er M.A. Já, það er rétt. M.A. gegn FSU. Þetta eru 2 hörkulið í gegnum tíðina og það er bara málið. Okkar allar besta legsmaskinn er sest við takkana tilbúin í þetta. Á að keyra á rampinn, ótrúlegt. Skrítið fyrsta gól, við mitt. Koma sér með þessu upp, en það er
Snoozy hefur alltaf verið segur, tekur út móti og lið alveg og heldur bara áfram, tekur Keiko líka maður. Kassi og Þefarinn. Kassi og Þefarinn. Já, þetta eitthvað furðulegt maður. Og Bjongles, einn eftir maður. Þetta ekki að byrja vel hjá maður hérna, FSU með þetta lokað, en... Það verður að ná meira Shyman þarna, sko. Shyman, Bongles. Heyrðu, þetta haus, en hann ekki að klára það. Heyrðu, þetta miður möguleikir. Þetta hörku sjens. Það ekki skot í byssunni. Hann að reloada. Þetta bara 67, hann með 67 HP hérna. Algjörlega. Einn haus og þetta Það verður að leita á honum. Skemmtilega hreyfingar í tekið þarna. Þetta Shyman sem að klára þetta fyrir FSU hérna. Lúkkaði fyrir að vera svona nokkuð þægilegt ránd fyrir FSU til að byrja með. Þangað til að Shyman mætti til leiks. Við höldum áfram. Milla, hvað var nikkið þitt í CS? Þetta vinna með hvað? Morgana núna, eða ekki? Jú, það bara út af hérna Baldur's Gate, sko, en ég var alltaf C4, Yourself. Bíðu. SEE4 Yourself, eða? Já, bara C4, Yourself. Það fucking geðveikt. Algjörlega. Það málið, sko, hún með CS tengur. Þú veist, þetta basically að segja. Það tala saman. Þetta djúpt nikk, sko. Það basically verið að segja, bara sprengdu þið sjálf hann. Eða þá bara sjáðu. Ef fólk ekki að skilja heima, sko. Það var að þýða útlenskuna sem hún var að tala þetta. Því að náttúrulega Egill sérfræðingur í nikkum. Einmitt. Ég sendi oft á Egill, þú veist, þeir að lýsa og í gennum tíðina. Bara, herru, hvað lest úr þessu? Og fæ bara svona skýrslu. Róttæka greiningu. Það þannig sem ég og Egill kynnust, sko. Já, greiningu fyrst og fremst. Mér bara bent á hann. Það bara, hann geggjaður í skýrslu. Þú notar ekki Google Translate, heldur bara Plotter. Translator. Bara Egill Plotter og Messenger. Já. Herru, það komið rakar á M-áinga. Keiko hérna byrjar að reyna að horfa eitthvað upp bjöð. Sko, ég virði það líka hérna. Við erum með Ásbrú og FSU og við erum alltaf virta, það er alvöru logo, sko. Það er ennblega málið. Það er rosa faktor. Það er rosa faktor. Það er Snoozy hefur haldið sér bara við MP9-una þarna. Það gæti verið mistök. Það var vel gert hjá kassanum hann. Virkilega vel gert. Tekur Ístræpir bara svona þægilega út. Simóli gerir ekkert fyrir Shyman. Það er við sjá hann hins vegar. Keiko tekur hann út. MH í yfirtölu í fyrsta skipti í leiknum. Þeir vita að MH leiðinn á B, þannig að þeir eru fljótir að koma sér yfir. Það er þetta á teamkill. Bongles var ekkert að grínast með þetta. Þetta er þriðja randi. Þetta er brekka hérna, sko, fyrir MH. MH þurfti þetta ránd, sko. En hefur við ekki hort séð það svolítið mikið í þessum fyrstu leikjum og sérstaklega í Vertigo. Svona, þú ert ekki alveg komin í kannski, þú veist, próseruna en að þá hafa sétjulegin, hún hefur bara verið að halda mun betur. Já, bara heilt yfir það? Já, bara eins og við förum aftur í fyrsta leikinn. Já. Að, hvað var þetta ekki? 13, nei, býtur, ég er örugglega saman þar. Það var valleikurinn sem snýðist við á milli hálfleika. Já, það var alltaf walk. Já, ég er örugglega. Er það sjólla annars? Ég heldur ekkert eðla mikið til það. Leggsmaskina, það er sjólla í leiknum, takk. Handa, thank you. Þetta á náttúrulega alltaf verið endri. Hérna, búm. Jú, já. Nei. Það gerðist ekki neinu. Nei. Full löng vegalengd fyrir þessu sjálfur, sko. Já. Nei. Þú segir nei. Þú segir nei við því. Þetta er það samt, skilur við. Nei. Hann er allt of mikill talsmaður þessar sjálfur. Já. Þetta er bara, þú veist, one hit wonder, sko. Þú veist, nei. Jú. Ekki af þessu færi. Nei, bara, jú. Já, ok. Já, auðvitað náttúrulega bara jú þegar þú sagðir það 5. skipti. Já. Já, ok, auðvitað. Make sense. Já. Þú veist, ekki láta svo. Nei, sammála. Þetta er ekki sammála. Nei, ok, veist, þetta er kannski ekki alveg draug, veist.
Ég veit ekki, ég hef lent í leikjum þar sem að hún virkar einhvern veginn í öllu reynsið nema allt í svo gefur hún það ekki. Þannig að þetta alveg smá hefði í þessu eitthvað. Það shit inn á milli sem bara... Nei, þú veist, ég tala bara í sama leiknum jafnvel. Þannig að ég kannski aðeins of kokki, sko. Já. Og bara vappið að halda long. Ekkert mál. Fyrir með sjólinu og Kemur einhvern veginn hlaupandi svo halvið. Og þú veist, það líka bara svo gaman að spila á móti fólki sem gott í leiknum með þetta því að það verður svo brjálað. Já, það besta taktíkin. Ég bara í þessu til að tilta menn eins og Tomma, sko. Sjáum með hörkulínu þarna beint í haus, heldur áfram. Nær vel af tvemanna. Já, og treyta samt, en þú veist, þetta er alltaf dýrt hjá MA fyrir að koma inn á sætin. Hvernig erum við að Striper? En við erum að tala að Vertigo mjög CT-sided. Já, það það klárlega, sko. En þetta samt bara, við náttúrulega fyrst og fremst að tala að Vertigo hundleiðilegt mapp. Af hverju að spila þetta mapp? Já, af hverju fáum við ekki bara að velja mappið? Já, ég segi það. Djöfull væri það geðveikt. Já, þú veist, af hverju erum við ekki bara í Dust? Djöfull væri það geðveikt. Án gríns. Frá Dust, ég fíla hann nú. Ég ætla að segja, myndið þið velja Dust á villi? Já. Dust nefnilega alltaf klassík. Sko. Ég og Egill náttúrulega erum hérna sem sko talsmenn Gamla skólans. Bara sko talsmenn svona heritage. Þú veist. Já, í rauninni líka bara einfaldleikan, sko. Já. Skilur við. Já. Af hverju eru ekki bara að keppa 1,6? Herðu, ég elska það. Núna basically öll þau sem eru að horfa á aldrei pröfu hann. En Egill spilaði það 1,6 ekki alltaf? Ég náði honum mjög lítið. Ég spilaði hann svolítið. Það var ekkert mann hugmynd fyrir ljósleiðardeildina að taka sjómatsið í 1,6. Já, geðveikt. Og ég stökk hérna í Arena, þar sem við erum alltaf bara heimavöllur ræðingsvölda. Og vitið menn, 1,6 á öllum vélum. Já, ok. Já. Never meet your heroes. Í dag þetta ekkert eðlileg, hann ekki búinn að eldast vel. Þetta ekki svo fyrir Quake 3 eða eitthvað svona leik sem bara, hann var alltaf svo steiktur og hann það bara ennþá. Þú getur raunverulega að spila 1,6 á browser í dag, sko. Þú getur að fara inn á browser og logga inn. Tóka ekkert minni vinnunni bara í geðveikt, sko. Þú veist, ég reyndi þetta og... King Wasteins var, hann ekki flottur 1,6 spilaði, það ekki? Hann legendary. Já, ég verið að vera með honum í CS. Þá sjaldan sem hann spilaði, tók hann á hillinu. Það þetta rosalegt. Þú átt leik með King Wasteins fyrir 1,6. Það stórt, sko. Það verður að fara á félagsgrunni. Ég seti það alltaf. 6-0. Þetta er svolítið þungt hérna hjá MA í byrjun. Þetta þunguróður. Beint þess við kannski bjöggumst við. Nei. MA-ingar eru með, þú veist, það verður náttúrulega átt aðeins á einu, sko, að MA enda í öðru sæti í sínum riðlum með 8 sigra og 2 töp, en FSU í því 4. Ok. En það sem ég ætlaði að fara að segja, sko, þetta þú sérð alveg að þeir eru spilarar þarna, sko. Algjörlega, vissulega mættust liðin ekki í riðlunum. Þannig að þú veist, þau hafa verið í sikkvorum og þar leiðandi spurning hvort að það hefur verið bara ákveðið svona mismats á riðlum, sko. En það segir þetta heldur mikið að taka 10 leiki og vinna 8 og tapa 2, þá áttu nú þokkalegasta hóp, sko. Það treytið. Þetta MA í yfirtöluðan í smá stund, en svo því snúum við og náttúrulega, þú veist, Örnjú hérna bara á deglunni. Þetta, þú veist, þetta opnaðist í smá stund. Það sko málið, það bara ekkert plan. MA bara einhvern veginn, herru, förum bara bjöðu og gerum bara nákvæmlega eitthvað. Já, og það alltaf vandamáli með Vertigo, ef þú ert, þú veist, termegin. Liðið, það svona ákveðin grunnþekking á bara smókunum og utility-notkunni sem að verður að vera til staða bara til þess að komast inn á sæti. Og þetta ekkert flókið, það þarf 2 í liðinu að kunna smók, skilur. Ef að það ekki til staðar og plana í kringum það, og þetta sjáu svo oft, þú veist, bara sama planin og það rönna alla leikin og svo kemur eitt, þú veist, röss á bíðið eða eitthvað líka. Ef að það ekki til staðar, þá þetta bara svo flókið, því að eins og hér svo þægilegt fyrir CT-an að halda ef það ekki búið að smóka það alveg inn á sætið, sem að vissulega að gerast akkurat þarna, nema bara, þú veist, ekki úr einhverjum settsmók fyrir neðan. Þessi 2 trade, eða þessi 2 pick, þessi 3 búin að vinna þetta land fyrir FSU.
Simple as that, sko. Já. Bongúls einhvern veginn alltaf einn eftir. Jú, þetta rosa mikið líka bara Emma og Deyja 1-1 einhvern veginn. Sjáum að Shem og kemur í treytið eftir að Bongúls tekur út kassa. 8-0 lítur alls ekki nú vel út. Við erum líka bara að tala það góðari á Suðurlandinu, sko. Þeim líður mjög vel. Það nóg til, þetta er ekki flókið. Svona eins og það hefur flutt yfir á Seltjarnarnesi smá. Já, þú veist. Hvernig var þessi? Var þetta ekki alltaf leið? Já, bara eitthvað. Bara þess að rap in my hometown. Ég er alveg Garðabærum en ég verði að vera með smá svona eitthvað að stoppa við þetta. Já. Þú ert jafnvel meiri forréttindapési en ég þegar það kemur að þessu. Nei, það er ekki. En Seltjarnarnes, Garðabærin hefur alltaf verið meira. Nei, Seltjarnarnes er svo mikið köld, sko. Getur ekki neitt að því. Þið vitið að Hafnarfjörðurinn er alveg gettóður, sko. Ég býr náttúrulega þar í dag, sko. Já, ok. og ólst upp svona helming. Það er mjög fyndið, ég skilgjörði mig sem Garðabæing, sko, því ég hef actually búið mjög lengur í Hafnarfirði heldur en í Garðabæ, sko. Já, en þetta er allt saman spurning hvar þú ólst upp, sko. Já, sko, ég ólst upp Bóðastöðum, en mótunarárin eru, þú veist, Stjarnan og... Já, þá ertu Garðabæingur, sko. Og það er bara þannig, sko. Það er bara þannig. Ég er búinn að búa miklu meira annars stærð heldur en á Nesinu, sko. En mótunurinn augljóslega eru þar, maður sér það alveg. Það er bara, Herðu, ok. Fyrsta Emma á rándið, maður. Já, vel gert. Erum við ekki að tala þú beisli með alltaf Seltjarnarnes nema kassið? Jú, það er hárrétt hjá þér, sko. Bara hárrétt, sko. Jú, það er gott að ná í kassi fljótlega. Herru, vá hvað Ásbrú vantaði þetta rándmaður. Já, heldur betur. Þurfa í rauninni að klára rest, svona þannig að sé... Já, þú veist, ég er með 12, þú ert að vera búin að missa þetta í 9 eitthvað, sko. Við erum ekki lengur með 9-6 leikið hérna, sko. Herri, það er Sjólla. Veitu, er þetta... Striper er svolítið búin að vinna bara með Sjólun allar leikinn, sko. Já. En við fáum... Nei, það er ekki Sjólu dúl, ég held að þetta væri þannig. Þessi smók. Svona athyglisverður. Þeir eru búin að róta þetta þrýrir á bíði, þeir halda að þeir séu bara að fara að góa, en sjáu hérna, róta þetta feikið, sko. Feikar. Og Ice Nosem er þess að bakka. Þeir eru með svar við öllu bara í FSU, sko. Sjáu hérna, það er svo hratt rótið sem getur komið hérna niður. Sko, er ekki Striper með bombuna líka, fer hann á shorti, veist. Ok, mikilvægt pick. Nú þarf að keyra inn á og til við sjáum að rótið er alltaf komið uppi. Það ákvað enginn að fara í bakið þarna þótt að lita út fyrir það á tímabili. Smókarnir að koma hérna mjög seint, loka bara öðrum meginn og hérna skilja það ekki. Nei. Keiko, næra rétt sjó. Þannig að það verður að nota þessu sjó. Ég er ekki að sjá þessu Sjólu vera að gera eitthvað góð hluti hérna. Það var longrange líka, sko. Þetta var aftur longrange. Já. Það er ekki hægt. Emma tristir á Keiko. Heyrðu, það er Ninja. Keiko segur maður. Þetta er 200 röð og takk eftir einu. Það er strax komið peningavísin á FSU. Það er eins og að sagt að það er stutt á millís. Ja. Þetta er búið að offesta aðeins í góðarinu. Það verður bara að segja þessu, sko. Sem að Garðabærin gerði líka alveg, sko, alveg hellingaði, sko. Ég beiliðum bara út allt hann, sko. Gerði það. Við myndum kalla okkur gott fólk, sko. Já, meina. Held ekki þeim punktir. Það er ekki punktir. Það er stakk á bíð, alltaf hlaupa þarna beinustu leið niður. Og M.A. valdi... Ég elskar þetta að Kastil sé að koma hlaupandi hérna með Dual Berettas. Þetta er byrsta. Ok. Snær hins vegar 2. Já, en þetta eru 2 rifflar. Þá komnir í hendur... FSU það ekki? Hvað byrju? Þeir eru bara með Shimon á riffli, sko. Hvar er hinn rifflinn? Ó, þetta getur mikilvægt hérna. Tímasetningin. Þetta var pikkið sem ég get unnið þetta ránd fyrir FSU. Algjörlega. Þarna kom hún. Vissulega var þetta fullkomið moment fyrir Sjóluna. Er það ekki? Er ekki að tala bara svona að reynsja, það er bara virkilega læg. Já, og þú ert líka að horfa niður, sko, þannig að þetta er garanteraður haug, sko. Ice Nosem einn eftir við vitum að hann getur gert fullt af stöffi, en Sjólan heldur bara áfram. Þetta var gott ránd fyrir Sjóluna. Rökra er ekkert með þessa Sjólu, sko, MVP-leiksins. Þetta var í rauninni þannig að við Melina vorum bara búin að missa trú. Þetta var svolítið þannig. Og þá bara svara hún. Já, og það er eitthvað sem þú aldrei missa trúna á, þú veist. Þú vilt ekki að Sjólan komi aftur. Nei, það er bara þannig. Ég pikka hann alveg, sko.
Ég tek hann líka jafn lélegur og ég í leik, sko. Það hendar okkur, sko. Ertu góð í CS-mennina? Get ekki sagt það, ekki þannig, sko. Það var virkilega bara geggjuð saman. Já, flott bara. Þurfum að testa það. En þú ert alveg góð í Valorant. Já. Nei, bara, þú veist, hófar. Já. Ég var að bara bíða eftir þessu, sko. Það var að vita fyrir einu orðið það. Nei, þú veist alltaf, þegar ég kom inn í Valorant, það hafði alveg mikið að segja, ég hafði spilað CS. Þetta er svona heyrkænsku skotleikur, sko, þannig að það hjálpa alveg með grunninn. Mér finnst það náttúrulega bara gjörsamlega svart og hvítt, sko. Já, sko, málið er það, Gungi með þessu líkt, að þegar ég spilaði Valorant fyrstu vikuna, bara í betunni, þá var ég bara til í þetta. Svo bara netti ég ekki að eyða tíma í að læra öll ability og dót, frekar en netti að læra að byggja í Fortnite, sko. Og þá bara fór ég aftur CS. En no-build Fortnite gekk ekkert þannig? Jú, þetta var bara... Það var bara alveg bjargaði leiknum, sko. Já, það er málið. Já. Bara, það er búið til svo marga peninga að það næri ykkur átt, sko. Nice. Jú, ég segja það. Ok. Shimon 1 á móti Keiko, við vitum það alveg að Keiko er... Þetta var engin smáhelds grensa. Þetta var clean. 8-4, þetta er restin. Þetta er bara frábært, þetta var bara besta sem við gátum fengið út úr þessum fyrri hálfleik með hvernig það var að spilast, þannig að það er bara glæsilegt, við erum að fá kannski smá spennu hérna í seinni leik. Kassi á 18 fröggum. Já. Það er stórt, Icenossi á 11, Shimon á 10, hver er með það hinum meginn, það er 10 frögg á Keiko, 11 á Bongles. Það er svona aðeins meira drift þarna hinum meginn, sem ég myndi segja að vera gott, sko. Kassi svona svolítið að karja þarna hinum meginn. Og virðist vera, er hann ekki ellin hjá þeim þarna, fyrst hann tekur stöffið. Er það ekki það? Já, eða bara kann að kasta þig, sko. Já. Ég held að það sé meira þannig. Þegar bara... Já, samt samanlega, sko. Ég held að hann sé engin lítir. Já, það lítur þannig út. Sko, það sem að er... All caps hérna líka, það er svona lítir sting. Já. En þá átti hann samt ekki að vera frækkastur, sko, í þokkabótt. Það sem er áhugavert í þessu, en við lítum á þetta, sko, samkvæmt sögunu og við horfum að... Hvað var með stöffið eitthvað, vildi hann ekki missa það? Nei, hann var bara að reyna að heita í hösku. Já, ég skil ekki. Ég var að lesa í skjali hjá mér. Bara flauða svona nálægt sólinni. Ég vil aðeins að fara í gegnum þetta. Svona á pappír, fyrirfram, á sem sagt, FSU að vera sterkara liðið í Rocket League. Í CS á MA að vera sterkara liðið og í Való, sko, sem sagt, mætast þau í undankeppni, MA vinna, en það var bara 13-11 leikur. Ok. Spennandi maður. Þetta er, þú veist, takist FSU þetta hérna, ef MA er ekki búin að rífa Rocket League í gang, þá eru FSU í mjög góðri stöðu. En 4 ránd komin á blaði hjá MA og það eru 4 síðustu rándin í fyrri hálfleik og hérna svar hér væri rosalega mikilvægt en svona miðað við kaupið og svona þá er greinilega verið að plana að fara bara inn í þriðja rándið fullkeypt. Vitaðir eru bara í þægilegri stöðu í CT-rándinu, skilur, þannig að þeir fara ekkert alltaf gróft inn í þetta. Bongles, einn eftir. Í enn eitt skiptið nær haus. Já, mikilvægt þannig og þannig að mismikið þetta er með AK og engan hettarmór á móti því sem er í boði hér. Nei, þarna viltu bara reyna að sækja fargi. Þú veist, þú græðir ekkert að halda, þú veist, mökkunum þarna þannig séð miðað við hvað það er sárt fyrir hina að missa AK, sko. Já. 4 AK-ar hérna á FSU. Og sem sjáum við það er bara, 3 M4 og það er sjóla. Það er vissulega sjóla á Estræpar, hann heldur fast í hann. Já, ég ætla að gíska það. Það gaf ég Estræpur í einhverjum, því mér finnst þetta svo ógíslega leiðilegt að bera þetta fram. Það tölum hreint út, var þetta bara einn eða var þetta bara ás? Og svona þetta er hálfum. Já, setti þetta í ás. Setti ás. Já. Þetta er allt á hái. Þetta ekki sammála. Þú veist, það er... Estræpur. Ef það væri búin að segja okkur bara almennilega fyrirfram, hvernig þetta væri fórið fram. Já. Og við værum bara búin að koma því inn í, þú veist, hérna... Herri, þarna reyndar verði að við kynna... Jú, þetta er bara ás. Það er bara þannig. Er það ekki? Já, þú veist, þennan, þessa fram. Stuðu þarna á miðun.
Ok, mikilvægna FSU að ná að svara þessu fyrsta kaupi á MA og MA að fara í alveg vesen sko. Bara nefnilega bara langlega með þetta með því að vinna þetta ránd sko. Já, ættu þá að vera með bara matchpoint rándi mjög ódýrt sko. Já, Skibidi tekur bara bákul stægilega út. Ok, mikilvægt þarna, þú veist, Örnjú núna 1 á 2 eftir að hann að pikka út Skibidi. En Kassin ekkert að grínast. Hendi 19. fraggið, 11. rándi fyrir FSU og það ekki til fyrir kaupi hjá MA og FSU bara í mjög þægilegri stöðina. Algjörlega og getur komið sér í matchpointina. Já. En það loyaltíð hjá okkar manni, Stræber á sjóluna. Ein grena þarna með, bara svona af hverju ekki dæmi, mæntanlega. Hann eitthvað að hlusta á streymið, sko. Heyri Kristján Einar vera hérna. Ekki, hann er svona... Veit hann fyrir sig sjálfu. Heyrðu! Ég var ekki búinn að líta á þetta. Ég elska þetta. Hvar er, sko, Kawasaki? Keiko. Ok, þetta geggjað þetta. Fullkomur... Nei, þetta hlýtur að vera. Já. Stræberinn heitur á hann. Skiptir henni saman. Já, það ekki alltaf. Þetta tapar hann til MA. Þetta ekki verið lítið, ekkert með tvaka, sko. Það reyna samt síðan. Þetta bara eins og lögdagur í Snoop Dogg, það smókur allstaðar. Svo skemmtilegur. Já. Snoop Dogg myndi að fara all in röfið þetta. Já, það? Já, ég mynd. Stofna sér degi í stúdíó og ok, nice. Fjárfestaðist alltaf leiðist ekki að spila aftur. 12-4. FSU bara í geggjari stuð að klára þetta hérna, en sjáum þarna, ef við horfum á peninginn hjá MA, þetta var nánast sparandi hjá þeim, þótt að sjólunar hefur keyptar. Já, minnst líka alveg svo munur á CS og Valorant að economy svo hart í CS. Það alveg vel. Að maður bara að refsa þeim að fossar eða kuppir verður að tapa rándum þreytt. Keiko ákveður að halda sjólunni, sko. Gekk ekkert rosalega vel hjá hann núna síðast. Sáðu auglýsinginni á Snoop Dogg að give up smoke. Eitthvað, quit smoke. Jöfull, var það geðveikt stöf. Hann svo mikill kongur. Já, þú veist, þá var hann að tala bara, þú veist, ég hef bara aldrei séð annað eins engagement á eitt tweet á ævinni, sko. Jú, býtu. Bara I quit smoke, bara, skilur, bara eins og hann var hættur, þú veist, það myndi bara, það var náttúrulega enginn að búast við að hann myndi nokkuð tímann hætta, skilur. Það var þetta einhver auglýsing fyrir einhvern svona arinn sem var ekki, það kemur ekki greikur úr honum. Heldur hvað hann hefði fengið greikur úr honum. Sóðalega gott stöf, sko. Þetta eru 2 pikina og FSU ekki að komast með bombana inn á sætið. Rótið ekki ennþá komið, það er að koma núna, það er ennþá verið að halda miðinu og B-inu. Þetta verið dýrt. Já, mér líður svo FSU sé að kommunikita alveg talsvert betur saman. Já, bara spila meira sem líð einhvern veginn. En við segjum það, og hér ætti að vera fælt pikk og kannski píkar aftur, en með línun alltaf. Það er annað sem að Sjóllan frábær í bara bamma smókinn, sko. Hanna. Keiko. 2K og fullt af pening. Alltaf verið að svara okkur með þessu sjólur. Ég er svona eitthvað að setja út að hann væri að taka sjóluna aftur, sko. Já, þetta er bara það sem hann gerir. Þetta er svolítið persónulegt, sko. Kaupir bara sjólu. Drippið 2, pikkar upp riffil. Og svo ég gerði þetta alltaf þannig hjá mér. Ég droppa svo bara riffilinum á þann sem að dó. Og kaupið aðra sjólu. En ég er náttúrulega líka maður fólksins. Fyrst og fremst, alltaf verið það. FSU eins og nóg fyrir 5 aðgáðum. Örnjú komin hann í rampum bara. Nei, það taka hann aðeins æsnúsi niður í 8 HP. Það er alltaf smá lítill þar. Þefarinn. Ætlar ekki að henda einu sinni leiknum í að þefarinn hafi þefað eitthvað uppi eða eitthvað. Nei, mér langar eiginlega ekkert að gera það. En Keiko allavega kom með fragg á sjóluna. Þetta er að skila, þetta eru 3 fraggir röð hérna og það er ekki hættur. Og þarna erum við að sjá alvöru það sem ég geri. Held ekki bósu, pirra liðsfélagina, lappum, byrtist, sækja fraggir. Þetta var enda ógeðslegt. Æsnósi þarna er one shot fyrir sjóluna. Kassi. Hann er lág og bæða Æsnósi og Kassi eru lágir.
hárrétt ákvörðun að smóka þarna út. Þarna. Keiko heldur bara áfram. Það er svo þægilegt, skilur. Heldur Þetta er það sem ég myndi bara vilja, þú veist, kenna ungur af íþróttafólki á Íslandi. Þú myndir vera með námskeið, bara sjálfur námskeið. Ég get alveg gert það. Heyrðu, Skibidi. Skibidi gæti verið stór. Er Skibidi að vinna leikinn hérna fyrir FSU? Það lítur helvítið vel út alltaf núna maður. Kearney var að lampa niður rampir. Já, en Skibidi er að fá fritt platt þetta. Hann er að gera það, sko. Þetta er vappi í retake, sko. Það er sterkast sem öðrun ég myndi gera núna að vera að finna sjálfuna. Búndur. Hann er alveg langt frá. Sko, Skibidi er ekki verið að búast við honum í bak. Hérna, það er tækifærið, en þetta er spurning hvar Skibidi staðsetur sig. Hérna er vappin. Þetta er búið. Það er lett. Hann hafði ekki hugmynd. Nei, ég ætla að viðurkenna hann að maður vilja sjá Skibidi taka einhverja aðra stöðu og allavega svona... Já, kíkja allavega kannski. Já, þú veist, við erum alltaf ekki opin í allar áttir í einu, sko. Það var allavega að láta bara láta lappa upp á sér, sko. En 12-6, við erum með leik, sko. Já, sko, og þetta er líka svo stórt til eins og hún tala á þann, miðað við hvernig Rocket League-lið MA kom út úr undankeppninni. Já. Þá bara gæti MA verið í mjög miklu vandræðum. Erum við að fara næst í Rocket League? Já, ég er að vara pæli. Við vorum ekki búin að fá hvaða leikur nummer 2. Sko. Jú, Meilin er búin að fá. Mannstöðu Meilin. Nei. Bara að væri eitthvað útsendingast. Næst er Rocket. Næst er Rocket League. Já, það er flott. Ég ánum með það. Enda málið, þá erum við bara í lokaleiknum bara að fara að halla okkur aftur Meilin og hlusta, sko. Já. Erum við ekki bara, ég segi við setjum bara fram. Já, bara horfa það. Bara njótum. Þarna. Og þetta er bomban. Þú veist, en að droppa þessu. Þú veist, ég vil bara benda á það að síðustu svona 6 frögg. Akkurat. Hanna. Þetta er ekki flókið. Já, þetta er samt alveg bara svona... Ég ætla bara að fá að segja þetta svona. Þetta er að spilast rosalega vel fyrir þig, Kristján. Ég er ekki að grínast. Nei, bara... Horfðu á peningin. Þú veist alveg. Keiko er bara alltaf með bara 7 skall, getur alltaf droppað. Þetta er ekki flókið. Ég er að segja ykkur, þetta er metan. Þetta er málið. Sko, ég skal reynda að taka undir það svo þú sagðir áðan að á móti góðum spilurum. Það tekur alveg svolítið úr tempóinu að mæta ykkur í sjálfu aftur og aftur. Og þú er svolítið nájaður. Er einhver í mjög háklassa leikjum. Herðu, ég fór í CS aftur núna bara í fyrsta skipti bara mjög lengi og hérna því við varum eitthvað að pæla í rankinu mínum ástu ég er með 16.000 og eitthvað. Aha. Jú, býttu nei á það. Er það blátt eða fjólblátt? Fjólblátt. Já, vel gert það. Kemur óvart. Er það ekki? Já. Mér líður ekkert vel í því, af því mér finnst þess að ég ekkert að vera þar. Þið langar ekki single player? Ég er bara í single player núna. Og hvernig gengur það? Allt í læð, þú veist, ég er ekkert eitthvað toppfrakar, Já, þetta er ekki að... Ég er ekkert að vera með þetta skammar, sko. Mér minnir þetta, sko. Ég, Ertu með rank í síðast þeim? Nei, það er bara svo ógeðslega langt sem ég spila sig, sko. Getið séð mitt bara inn á Steam eða eitthvað? Veit ekki hvernig það virkar. Nei. Spyrir þetta Lexmaskina sé kannski bara... Ég er að hætta þetta Steam á lappanum minna, sko. Lexmaskina finnur út úr þessu fyrir mig. Þurfum við kannski bara að fara að breyta því. Við spilum bara 3 saman og finnum ykkur að 2. Sko vandamálið það Egill er alltaf einhverju morgun, hann er alltaf að sofa bara kl. 9, sko. Ég sofnaði svona það milli 10-11. 10-11. Það er svona það leiti sem ég er í fyrsta lagi opinn, sko. Já. Ok, ég menna. Þannig að svo er líka hægt að taka bara midday síðan, sko. Það er ekkert eðlilega gott. Já. Íslega næs. Það er ekkert eðlilega mikið sem ég Það er vanmetið. Þú veist, COVID, bara 10 manna síðan þessi hátæðinu, sko. Heyrðu, þetta er leikurinn hérna, Bóknús þarf að bjarga þessu 1 á 4. FSU í topp málum hérna. Bomba niður í, þú veist, Bóknús bara verður að fara í þetta. Góða bara. Þetta er kill hérna, en kassin. Auðvitað kassin. Kassin klárar þetta. 24 frögg á kassan. En þú veist, sem sérfræðingur, þá myndi ég segja að mín greining er bara svo að sjálfurnar koma úr seint hjá MA. Það virðist vera, þetta er bara hörku greining, ég meina, þú veist, þú erum bara reynd... Vann MA ránd þar sem var ekki sjólaði í liðinu. Og ég er ekki einu svona grínast þetta. Var það kannski fyrsta rándið þannig að
Nei, ég ekkert viss. Nei, ég held ekki sko. Ég held að það hef alltaf verið þannig eitt solokill allavega sko. Já. En þetta 1-0 í kvöld og FSU komin yfir. Pínu upset því að náttúrulega MA voru ofar á blaði þegar kom að CS-num, líkt á Valunum. Þannig að FSU eru ofar í Rocket League-inu þar sem að liðið mætast næst og svona fyrir þau sem kannski muni ekki alveg hvernig formatið er. Við spilum í 3 leikjum og það er 1 stig náttúrulega fyrir að vinna, bara hvern leik. Best of 3, þannig að FSU þær eru núna bara að vinna annað hvort Rocket League eða Valorant til þess að klára það. Tryggja sér áfram sko. Og við náttúrulega erum samt sem áður þannig að ef þetta endar þannig að FSU vinnur næsta leik líka. Já, við viljum fá lokaleikinn sko. Við spilum bara heiðurinn. Ja. Það er sem við gerum hérna prís. Við spilum alltaf til þess að sko liðið sem að, þú veist, ef það tapar 2-0 hérna í byrjun og bara eins og í dag, þú veist, þetta er Való. Já. Gefum okkur þá bara að MA tapir Rocket League og FSU runni 2-0 þar. Að MA Való-liðið geti farið með bragging rights bara í skólan á morgun og bara verið með leiðin. Það er nummer 1, 2 og 3 í þessu. Já. Það er það sem skiptir öllu máli. Við tökum okkur auglýsingalétt, kíkjum svo í heimstu skólana og svo held ég að Egill alltaf eitthvað að þurfu ekki eitthvað að spyrja Melinu spjörunum úr. Það passar sko. Tjekkum á sig. Ég var bara með stjörnur í augunum yfir þessu landi. Við bara ákveðum að stökkva af stað. Þetta er minn uppáhaldsstaður á jörðinni. Ef þú ert ennþá með það stimplað inn í þig þegar langar frekar að skora mark heldur en að halda hreinu, þá varst þú ekki að fara að spila fyrir mig, sko. Balkan Mafia. Men þú ert, ef að segja, í aukavinnu, þá myndir að þið inn í Súðavík, eða ekki? Já, passa. Ég var alltaf 90 í gæðir. Kalla þetta stundum í gríni Instagram áhrifin. Það vilja allir verið í tóstandi og með sixpackinn á myndunum. Það er enginn að peppa mig. And no fighting with the referee. Hljótum maður að fá nærmynda á þetta. Besta kaffið. Við getum ekki sagt að við sem að reyna að leita einu bústi við. Hljómar kannski svolítið sjálfselskulega, en þá snerist bara allt mig og hvernig ég performa. Here lies a kind and generous soul. Someone who is loyal, trusting, and faithful. No wonder they're no longer with us. Welcome to the game. It's a bit extreme, isn't it? Play it nice. You could end up 6 feet under. Play it dirty. I'll be looking at you after this. Wow. And you might come out on top. You're a traitor. 22 people play the ultimate game of treachery for a life-changing cash prize. Velkomin í Viltu finna milljón. Í þessum þáttum ætlum við að fylgjast með 3 pörum í 5 mánuði taka fjármálin sín í gegn. Hvað haldið að þið skuldið mikið? 100 milljónir. What? Svona mikið? Já, já. Við ætlum að greina fjármálin þeirra og gefa þeim og áhorfendum góð ráð. Séu lán verðtryggð eins og í tilfelli Natalíu og Stefáns, þá getur farið svo að eigið fé verði neikvætt í húsinu. Við fylgjumst með keppendum, takast á við ýmsar áskoranir. Við að byrja á að skanna hvort það sé eitthvað á honum. Það er líka aðeins búin að vera að skoða bara svona svipaða bíla. Nú er komið að því að skipuleggja ferðalag. Við erum að fara til Varsjár, höfuðborgar Póllands. Þið eruð að halda matarboð fyrir 4 fyrir 5.000 krónur. Svo skiptum við liði. Ég fór út í Nauthólsvík að finna skreytingar fyrir borðið og meðan þú hélst áfram elda. Það par sem nær bestum árangri í sparnaði stendur uppi sem sigurvegari og fær að launum 1 milljón.
Jæja, hérna við fyrir utan menntaskólann Ásbrú. Við ætlum aðeins að skoða skólann og labba í hring. Kom með! Hvernig myndið þú lýsa nemendurnar hérna? Mjög klár, mjög framtaksum og svona mjög opinn líka. Þú búinn að vera að fylgjast með frís? Já. Hvað finnst þér rafíþróttir? Bara frábært, mjög góðu vettvangur og sérstaklega mitt fyrir ungmenni sem að hafa ekki fundið sig kannski annar staðar, en þetta er náttúrulega frábært félagsstarf og svo er þetta bara, þú veist, einhver risastóri iðnaður og ég held að við vanmetum rosalega mikið hvað þetta er áhrifamikið og stórt, sko. Hvernig myndið þú lýsa MA í 3 orðum? 3 orðum? Öðruvísi, nútímalegur, snilld. Og hvað er besti skólinn? Það er Menntaskólinn Ásbrú. Hvað heitir þið? Ernest Bartholomew Petrushyn Lionel Messi Senpai III Jr. Haukur Smári Snorrason. Haukur Smári Jóhannesson. Ígor Baldursson. Hvernig líður ykkur með frís hingað til? Einu og vísi. Ég er samanlask. Og léttsku. Swing or be strong. Ef þú myndir lýsa MA í 3 orðum, hvernig væri það ykkur? Ógeðslega góð. Hvað skóla væru þið mest til að rústa? Akranes. Það hefur alltaf verið Tæknó. En við stefnum að reyna að vinna Tæknó í síðast í fyrsta skiptið á 4 árum. Hafið eitthvað annað að segja við hina skóla? Við elskum ykkur öll, no matter the gender, the race. Let's be friends, guys. Alltaf takkala og ég mættur. Þetta er alvöru dæmi. Þetta var líka svo góð hreyfing akkur. Þetta var bara gott, þetta var bara skip to the good part. Þetta er hann. Þetta var sterkt. Já, þetta var frekar sterkt. Ég er samt að muna eitt, sko. Manstu hvað voru búin að gefa einhvern? Nei. Því að við erum að gefa Hörku verðlaun, sko. Já, við sérst að því að Kitty sko átti að vera hérna í fyrstu útsendingunni. Alveg bara svona, alveg bara átti og hann viss alveg af því, skilu, það var alveg bara búið að vera í... Það var alltaf búið að segja það við okkur. Hann viss alveg að því, skilu. Og hann kom í hana, hann var vissulega bara flugull í London. Ok. Já, það er bara raunverulega staðan. Hann var ekkert að kippa sér upp við það þegar við stendum á hann fyrir daginn. Hey boys, við hittast fyrir útsendingu kvöld og fá okkur að borða saman. Ekkert að kippa sér upp við það. Pældi ekki, hann sýnaði það bara. Eins og ekkert væri. Einmitt, og það er í rauninni ákveðið að gefa performance fyrir þann skóla sem er með besta kynningavídeóið. Þá erum við að reyta þau núna og það sem er hæsta reytið fær króla í hádegishléinu bara í gott hálftíma prógram. Og þarna var byrjað að nefnilega bóta í... Hann er ekki búinn að samþykja, en það verður alltaf. Hann verður bara að samþykja á þessu. Það er ekki eins og hann getur sagt nei við okkur. Nei. Hérna, sko, ég verði það. Þetta byrjaði, ég ætla að segja, þetta byrjaði svona rólega. Við sögum strax, hérna bara quality kamera og eitthvað svona dótskilur. Það var bara einhver alveg linsa, allir pakkinn.
og róaðist það aðeins niður, sko. Var svolítið að passa upp og tala þú veist, alla hópa og allt svona dótskilur, það var að passa upp þetta. Fengum kennaran þarna inn. Fengum kennar. Ég hélt nefnilega fyrst að, ég hugsaði, býtu það allir fjarnám, hann ætla bara að vera allir tíman, sko. Já, einmitt. Hérna ekki Geir Finnsson, það ekki? Jú. Já, sem þetta svona ekta nafn sem að, sko, ég ætla að giska á þetta sé eitthvað meistari, sem að bara þú hittir fólk ekki 25 ár og það er að fara að hitta krakka skilur sem er þá í Ásbrú það spyrir, hefur Geir Finnsson þá? Já, það er mjög líklegt sko. Mér líður líka eins og Geir Finnsson hafi verið einhvers konar íþróttamaður sko, bara svona alveg svona, mér líður eins og hann gæti hafa verið í landsliðinu í ísokki. Já, 100% gamer sann sko, það sást alveg. Það var samtalið bís líka sko, bara íþróttamaður sko. En einmitt, hockey, badminton, það var eitthvað svona. Já, ég meina, vannst þú ekki aðradeldin í handbolta og að spila CS með hann? Jú, það er ekki það, skilur. Ég hef aldrei spilað meiri tölvuleiki heldur en í handbolta CS, það helst í hendur. Já, bæði bara mjög strategist. Ég hef aldrei spilað meiri tölvuleiki heldur en þegar ég var í atvinnumennsku til dæmis. Nei, mitt. Þú veist, ég náttúrulega hafði ekki tíma fyrir fjarnámið mitt eða neitt annað, það var svo ógeðslega mikið að gera þarna, bíða alltaf eftir næsta eitthvað sko. Þú veist, að fara á æfingu á mótnana og svo bara ekki gera neitt sko. Þannig þú er ekkert að fara í fjarnámið frekar en að fara í game. Já, þú veist, ég var skráður í það. Já, einmitt. Er komið að mér það? Já, nei, við komum skengun. Já, þú ekki að gefa þessu myndband einhver? Það er verið að stökkva hérna, það er komið nöfnum, en við náttúrulega erum ekki að, ok, Símon, það er skemmtilegt. Ef hann heitir Símon, þetta sami gæi og heitir Shimon í hinleiknum með það? Nei, en bara Símon, ef hann heitir Símon, vissulega gæti hann verið Shémon, bara svona, þú veist, eins og Sé4. Símon er íslenskt nafn, það stendur sjór. Það er sama og Shimon á hann, skilur? Já, gæti bara verið. Það er nefnilega, ég er ekki sammála því að þú veist. En þetta gæti verið sami. En við erum hvað sem er ekki, mannstu, við ákveðum eiginlega síðast líka að við erum ekki að ranka nema síðast. Já. Mannstu? Já, mér fannst það bara skemmtilegt. En þú ætlar að henda Melinu í hraðaspurningar. Ég var að pæla í því, sko. Er það núna? Já. Ok. Þetta er alls ekki óþægilegt. Ekki það? Á ég að spenna bílbelti eða hvað? Það er ekkert belti, þetta er sófi. Það er ekkert belti? Þetta er sófi, sko. Sko mér alveg svona, ég segi alveg svo er. Þú ert ekki fara að stróka neitt út í, nei, Egill. Það er þessar spurningar hangið inni, sko. Þetta glott hérna, sko. Mér líður, sko, eiginlega bara svona hálf óþægilega með þetta, sko. Því að, sko, þegar ég spyr, þetta eru sömu spurningar og við fórum í með Evu í fyrra. Já, og hitt í fyrra. Og okkur öll bara frá upphafi. Nei. Ég hef verið tekinn í þetta. Nei. Jú, þú byrjar á þessu fyrst sísunni, sko. En ég tók þig ekki þessar? Þú hefur spurt mig eftir spurningar allavega, sko. Ok. Shit, ok. En þá bara, ef við ekki bara vind okkur í það. Þetta eru hraðaspurningar með leyfilegri smá hugsunarpásu. En þú veist, það eru mjög skrítnar hraðaspurningar, sko. Ætti ég að vilja hugsa mig með það sem þú ert að segja? Nei, bara svara. Ég held þessi bara best. Við byrjum þetta bara mega óþægilega. Ok, er tilbúin? Ok, byrjulega mér að koma fyrir í svona. Ok. Tilbúin. Melina, við þurfum að fá kynnast þig betur. Það er bara þannig. Og þetta er bara svona basic spurningar sem maður spyr, þú veist. Já, bara hvað þarf maður að vita, skilur maður að kynnast fólki. Þeir að gefa mér allt og harðan disclaimer á þessu. Ok, tilbúin. Hvað ertu með í mánaðarlaun? 850.000. Hvað borgar alla skattana henni fyrra? Ég borgaði, já. Skuldaður eða fékkst tilbaka í uppgjöri? Skuldaði. Hvað er að mesta sem voru átt innan bankabóka einum tímapunkti? 5,5. Ert í sambandi? Já. Hvað er lengsta samband sem þú verið í? 8 ár. Hvernig var það? Þetta er ný spurning. Hvað svaraði þér? Hvað svaraði þér? Ég sagði on and off. Ok, nice. Herðu, velduðu 3 álíka pítsu. Ok, Annas, Ólífur og Sveppir. Ha? What? Nei, bíddu. Stikka við það. Nei. No takebacks. Ananas, Ólífur og Sveppir. Besta pítsan og ég fæ alltaf þessi viðbröð. Þetta er besta pítsan. Getur einhverjum útsendingarstjórn hlaupið fram og bara á milli næstu leikja verið komið með eina ananas, Ólífur og Sveppir. Er þetta eitthvað vegandæmi? Þú veist, má ekki mennur ostur. Nei, þetta er bara geggju pizza. Þú færði alveg stundum saltar ólífur með sætan ananas og svo bara svona umami sveppi, sko. Þetta er bara kombo. Ok, fyrir þú setur þetta svona upp. Rosalega pælt. Þetta er bara með það. Þetta er spesma. Já, fyrir utan þetta er viðbjóðslegt kombo. En hérna, gæti alveg virka. Við bara, ef þetta er í sýningu hérna frammi. Þú varst í tími þetta ananas áðan, sko. Algjörlega, ekki með ólífum og sveppum. Þú hefur ekki lifað fyrir að smakka þessa pizza. Já, hún er að koma. Ég er tíman. Þið eru að fara að græða. Já, auðvitað. Er ekki all tíman? Jú, já. Herðu, uppáhaldsmatur og af hverju?
ekki þessi pizza, en... Nei, skiljanlega. Það er reykt ísa. Hún með eitthvað sentimental, en það er reykt ísa, smjör, kartöflur. Þetta er áhugavert. Hvenær smakkaði þú síðast reykta ísu? Bara gerið það ekki, sko. Ég er bara ekki hvernig hún var. Gerið það ekki, sko. Já, nei, ég held ég að maður smaka þetta. Það er eiginlega geitin samt, sko. Og ég virði það samt. En ég spurði, sko, af hverju? Af hverju? Uppáhaldsmatur og af hverju það reykt ísa? Af því að ég fór alltaf í fiskbúðina með ömmu, keypti matinn, eldiðum saman. Það er sentimental, sko. Þetta er harðkóðuminning. Já. Ég virði það, skilur. Þú veist, augljóslega, nei, veistu það, þetta er svo steikt. Er þetta ekki svona, koma matnum, þetta er orðið það skrítið ekki séns og sér ljúfus. Reykt ísa og pizza með ananas, ólífum og svöld. Ja, you don't make that shit up, sko. Þetta er basically það. Hvað gerir þú spilar ekki töluleiki? Hvað gerir þið spila ekki töluleiki? Hanna, klippi vídeo, vinna eitthvað grafíska hönnun fyrir eitthvað social media. Hvað er turn off? Turn off er hettupeysa undir svona blazer. Já, mitt. Turn on? Hettupeysa undir... Þetta er mjög spesifik. Mjög spesifik. En hettupeysa undir frakka. Það er svolítið svona nýtt, sko. Það er ekki málið, sko. Nei. Ef þið komið því átfittir, sko, bara skiljið það eftir. Það er ekki Við erum ekki að koma hérna frá, aldrei farið inn. Ég ákvorki hettupeysa undir frakka. Ég hef ekki ennþá náð að púlla frakka nógu vel, sko. Ég hef rokkað hettupeysa og frakka. Það er svolítið þú. En það er meira svona, þú veist, nei, samt ekki. Nei, ekki hettupeysa og frakka því pæli, nei, ég hef ekki það. Hvað er turn on? Turn on, ég vil segja. Svona gráar joggingbuxur. Gráar joggingbuxur. Helst með ullasokkum líka yfir. Þannig við erum að tala um að draumaprinsinn er í gráum svona joggjara, bara einhverjum, í ullasokkum og kemur með reykta ísu í matu. Bara beint úr fiskbúðinni. Komum með hjartaðinnar meninu. Sæl mjög upp. Já, besti sjónvarpsþáttur allra tíma. Avatar The Last Airbender. Ekki nýju Netflix-þættirnir, heldur gömlu. Ég náðu þess ekki. Avatar The Last Airbender. Sko, annarkur þeir eða Brothers in Arms. Þeir eru góðir líka. Ok. Ég veit ekki hvað Brothers in Arms er, sko. Vistu það? Nei. Hefur þú séð Avatar The Last Airbender? Nei, ekki alls. Nei. Ég veit að smaka reykta ísu í mörg ár. Nei, mitt. Aldrei ullasokkum með hérna gráðbuxum. Þú ert ákaflega athyglisverður leikmaður. Þið verða að fara að bæta úr þessu, þið er bara að vera glósið allt niður. Já, klart. Já, þú veist, þetta er ekkert eðlilega áhugavert. Já. Besta kvikmynd. Ert þú að fara heim, bara, með reykta ísu í gráum, hérna, joggara að sjá bara hvort frúin sé bara falls off her feet? Þetta er helvitis tilraun. Já, testa það. Láttu ekki vita. Mér er svona líklegt að hún myndi henda mér út með þessa reykta ísu alveg á stundinni, sko. Herðu, besta kvikmynd allra tíma eins og það? Wolf of Wall Street. Hún er geggjuð. Hún er geggjuð. Okay, Margot. Ég torti hana aftur. Margot rosalega, svo sem Leo líka, sko. Og þú veist, bara allir. Besta hljómsveit allra tíma? Slipknot. Það er þannig, Before I Forget, Pía bara, djöfull er það rosalega. Þarna er einhvern veginn ullarstokkarnir. Fyrst ykkur þetta að vera þarna meikar þetta strax smá sens. Já. Þú veist, það er eitthvað. Þetta er klálega áhugaverðustu svör sem ég hef heyrt. Einmitt, sko. Mér langar í fleiri spurningar. Hvað hét aftur söngurinn Slipknot? Corey. Já, Corey. Hann gaf út eitthvað solo-projekt líka sem var cool, sko. Já. Hétta ekki, hvað hétta maður? Var hann með Through the Glass lagið? Já, nei, það var Slipknot. Nei, það var bara solo. Slipknot, hvað hétta hann aftur? Corey Taylor. Já, ég átti Slipknot-tímabil, sko. Já, þú veist, átti ekki allir smá Slipknot. Stone Sour, getur það verið? Stone Sour, já, passar. En hann er múin að fullt af einhverju dóti. Junk Beer Já, Kidnapper. hann gerir helling, sko. Herðu, besti töluleikur allra tíma? Tekken. Tekken, Er það að spila nýja? Aðeins að fikta, sko. Við höfum svolítið verið að kalla því að Tekken sé inn í frís. Já, við vorum að tala daginn, sko. Það væri, þú veist, þetta öll líf, það geta verið með góðan, alltaf eitt svona einhvern fighter. Já, en maður eitthvað góður í þessu leik? Ertu ekki bara að drita það?
Já, þú ert alveg góður, sko, með kombóinn og svona. Þetta örugglega svo Rocket League, þú veist, fínn í honum alveg þannig að þú mætir eitthvað sem kann að spila leiki. En svo er þetta svona smá eins og með sjólluna, sko, svo mætir einhverjum gæja sem bara dritur öllum tökunum. Þú kannski geggjaður, þú getur ekki neitt, sko, veist ekki hvað þessi gæjar gera. Einmitt. Ok, verið það. Hvaða menntaskóla varst í? Þú sagði það áðan, MH, fórst í háskóla? Nei. Kláraðir menntaskóla? Ég kláraði í tækniskólanum, reyndar, í grafískri hönnun. Ok. Þannig að þú ert alveg svona með svona tilfinningar til tækniskólans. Þú ert alveg svona Já, en svo líka, ég veit ekki hvert ég segi þetta núna, sko, því þið eru búin að kommenta hérna á matarblætin mín og svona. Hvað með það? Ok, hvernig mat? En ég kláraði kokkinn, sko. Já, ég skil í dag hvort ekki að vinna við það. Bara never trust a skinny chef, sko, það er líka... Þú ert matreiðslumaður? Yes. Tjóðlar hann að koma mér á? Hendi umami. Það er með reynt leysu. Þú veist þú einu svona, hefur þú ekkert með að tala um sveppi umami? Já, ég er svo mikill kokkur í mér, sko. Ég er algjör, en ég er ekki að hugsa um umami sveppi, sko. Nei. Þú náttúrulega varst í Róm, sko, ég heyrði tala um það á, þú ert alveg nostrari. Ég er rosalegu selgeri, sko. Er það alveg? Það eru, sko, ég er með, þú veist, þessar spurningar eru búnar, en ég ánáttúrulega bara svona venjulu hraðaspurningarna sem við kannski tökum með þér. Ekki? Ég þú veist, bara, tökum bara heila þátt og bara spurðum Því þetta var það athyglisvert, við þurfum að vita mér. Þetta er síðasta spurningin. Ein spurningi viðbúta, því hún er svo skemmtileg. Hún á heima eiginlega í þessum spurningaflokki, sko. Ef þú þurftir að eyða einu bæjarfélagi og allri sögu þessa bæjarfélags, hvaða bæjarfélagi er þið fyrir valinu? Þetta er alveg hot take akkurat núna, sko. Væri það ekki bara eitthvað sem að enginn sér eftir, kannski bara... Bara þá sem þú setja þetta fyrir, kann að meta, það eru örugglega aldrei vesen. Hvað? Hvað er það sem að enginn sér eftir? Og segja svo, já, ég bara það er málið, sko, þetta er ógeðslega leikofnum Lottu var cancelað, sko. Já, ég peppa þér. Þetta er mjög erfið spurning. Það taka bara eitt bæjarfélag. Ég myndi kannski segja bara Grenivík, sko, taka það, því að ég held að það veri bara djóka, að það veri ekki til. Grenivík? Það er ekkert eðlilega næst aðar. Magni á Grenivík, ekki? Þú veist, það getur alveg. Mun einhver sjá eftir? Já, fullt af fólki, sko. Grenivík, maður. Ok, högg fyrir Grenivíkinga. Og líka, sko, náttúrulega stærsti... Kannski myndi ég vilja segja Garðabæ samt. Nákvæmlega. Það er bara geðveikt, sko. Hérna, örgulega, þú veist, bara líka reyktu ísusamfélag landsins. Stærsta vinst. Já, þessar krakka hérna sem voru bara að þurrka út með þessu svariðinu, sko. Já, þetta litla lamp hann líka. Litla lampið, jú, þetta er ljótt hjá þér. Varst að finna mynd af öllum börnunum í Grenivík, sko? Já. Er þetta bara ná grenivík.is? Bara, allir 5 krakkarnir þetta í 8. bekk. Já, munum engin sakna neins þarna. Þetta er síðaskilt sem ég heitir. Hérna, það er komið að Rocket League. Einmitt. Vöðum við ekki bara beint inn í þetta núna? Við erum búin að vera svo lengi að þessu. Það er örugglega mikið af hverju fáu alltaf upp 5 manna lið í Rocket League þegar við vitum að bara 3 spila, sko. Hérna vantar okkur byrjunarliði, sko. Ég er svolítið sammálaði. Já, það er ekki gott að hafa svona highlightað. Sko, en þarna, við erum samt að vinna með Nick sem að þú ert að fíla þarna, sko. Þetta er svo XX. Já. Einmitt. Og þristur þarna líka og allt, sko. En því miður, þú veist, þetta bara telur ekki í stóra samhenginu, sko. Þannig að það þýðir ekkert fyrir með að vera eitthvað að rakki á rauninu Nick, sko. Hann er samt að nota X-ið rétt, sko, með lítið stórt. Algjörlega. Þetta er frábært Nick þarna, sko. Það er gott. 3XX líka, það er endan, sko. Já, þeir eru meira með þetta í Rocket League. Já, sko. Einmitt. En þetta er, þú veist, ég meina, mér finnst þið svo, er þetta þannig leikur, skilur við, að menn eru meira að pæla í Nickonu þarna núna? Þú veist, ég veit... Simple er með einn til dæmis, skilur við? Já. Þú veist, allir þessi bestu, þú veist, eru með einhverja pælingu. Nei, bestu. Sævú er alveg með, er þetta ekki null að nulla? Og eitthvað stórt og lítið og eitthvað. Það er ekki, þú veist, það er pæling. Já, mér finnst að Nickinu vera að fara svolítið, sko. Í þetta, bara svona simple, dót, sko. Hvað finnst ykkur nettast að það mynd svona bara, við tölum þetta útfara bara Exploder, bara. Ok, ef að Exploder, ef við ætlum að finna, sko, jafningja þess brand í prósinu, en ég er að tala um bara liðin. Tökum bara til og með, þú veist, þessi lið í prósinni. Hvað er svona, hvað er upp á brandi ykkar í því? Þú má vera bara í hvaða leik sem er. Ég hef alltaf verið swag bara fyrir Fnatic brandinu. Já, sammála. Fnatic, mjög töff.
Við vorum svolítið mikið að pæla í 100 Thieves, það var cool á þeim tímabili. Já. Á bjarga okkur út af þessu og setja okkur inn í leik sem mjög gott, sko. Já, ok, einmitt. Þú spyrjaður í bröndunum, sko. Til, sko. Já. Herru, við erum komin inn í leik. Og það sem náttúrulega þarf að, við þurfum að muna líka, því að núna var það bara þannig að var það úrslitaleikurinn í fyrra sem við vorum með andlitir okkar á bollanum. Nei. Var það í öllum leikjum? Nei, þetta er ekkert andlit. Jú, víst, þetta er flísboltinn. Það er ekkert andlit. Ég er að segja þetta, það er andlit þarna, sko. Það var ekki flísboltinn. Já, það er einhver grafík á það. Sko, ég ætla að fara að segja ykkur þú veist hvaða lið var í hvað og það var Dabbi Kaldi á skjánum sem er vissulega í hvoru liðinu samkvæmt skjálinu mínu sem er mjög gott. En FSU eru bláir, MA Mennskóli Ásbrú eru appelsínu gul. Hérna spila best of 3, þannig að við erum fyrsta lið til að vinna 2 leiki sem er náttúrulega algjört vesen að útskýra því að þú veist það er þá að fá í það er best of 3 í Rocket League sem að telur samt bara sem 1 stig í best of 3-inu í öllum leikjunum. Þannig að þetta er allt mjög einfalt og þægilegt. Þannig að, já. Þetta eru svaka flying mechanics hérna í gangi. Já, eins og vorum að tala í undankeppninni að þá var FSU, það pakkaði, staðan var 2-0 og FSU endaði sérst í 4. sæti í sínum riðli með 9 sigra og 3 töp. MA voru akkurat öfugt og hér er MA að tróða sokk í það komið með fyrsta mark leiksins og það er XX. Ég líst vel á hvert þetta að fara. Ég sá ekki betur en þetta væri smettið og plótir að springa þarna. Þetta er Fast and the Furious skyline. Þetta er ekkert eðlilega gott. Það er mjög gott. 1-0 MA. MA náttúrulega bara Ásbrú verða að ná í eitthvað hérna en hér er FSU ekki lengi að svara þessu. Svara bara stundinni. Dabbi Kaldi. Dabbi Kaldi, Stjáni Blái. Þessi nöfn er ekkert hérna. Hvaða fólk er þetta? Dabbi Kaldi var í síðastum ekki? Jú, hann var það sko. Það er ekki... Þetta er ekki sami róstur og við sjáum hérna á skjánum. Nei, þú veist, það er líka bara ekki ein manneskja með Nick sem við fengum fyrirfram, sko. Þannig að er þetta bara... Einmitt. Það er gaman að þessu. Dabbi Kaldi á líkunni hérna. Það er bara málið með Steam, við getum name-changað hvernig sem er, sko. Það er fólk alveg óhrætt við það. Grimmt að vinna með það. Þessi bolti er laus hérna, þetta er hættulegt, en... Þess að ég skoti yfir hana, og þú veist, FSU, það rignir á mark MA hérna, sko. Hvað væri Rocket League Nicky þitt? Exploder. Nei, þú veist, ef þú yrðir að velja eitthvað annað. Það verður líka vel við hæfi í Rocket League. Ég er Exploder sko í fantasy fútból, sko. Ég bara tek Exploder í öllum rafíþróttum sem ég get tekið, skilur. En ég þyrfti að breyta. Já. Breytir ekki brandinu? Nei, það er svolítið málið, sko. Ert þá búin að taka frá eitthvað svona, þú veist, Exploder Junior eða eitthvað svona bara fyrir... Nei, nefnilega ekki, sko. Framtíðina? Þú veist, basically að láta eitthvað stela hennu þarna. Exploderjunior@gmail.com. Það var eitthvað. Vel skrítið pizza komaði inn og hún býður á hlættin. Meðan er FSU að komast yfir. Veitu hvað erum við að tala um? Hún er að koma á borðið, þessi furðulega pizza. Já, Bites náttúrulega hérna á að reyna ekki lengi að græja slæsuna. En við ætlum að ára leikinn. Þetta lítur furðulega vel út. Eitthvað pizzastrákar, ég er að segja það. Þetta lítur fáránlega vel út. Þetta var frítt. Þetta er bara miðju, eða ekki? Sjáum við þetta. Nei, hætt. Þetta var ekkert að gera. Sástu, þetta var Eva. Manstu þetta er Eva? Ég man ekki þetta Eva. Nei, hver er það? Hver er það? Þetta nefnilega náttúrulega ein útsending eftir áðunum fyrir undanúrslitin. Þá náttúrulega byrja stemmingin hér í Arena og á Bites. Það eru bara tilboð og allur pakkin hérna allan dag. Einmitt. Liðin fara svona að koma líka í hús oft. Já. Það er svo mikill stemmari. Já, þú stemmari, sko. Sko, ég er farin að sjá svona aðeins af hverju FSU var með yfirbörði í Rocket League því að MA eru svolítið svona allir að elda boltan. Já. Einmitt. Hefurðu farið á fótboltaæfingu hjá, þú veist, svona ungum krakkahóp sem bara boltinn einhverstar og svo bara halar og 13 krakkar. Já. Það er bara nákvæmlega Þetta er svolítið það. Alveg rétt, sko.
FSU með alveg fleiri skot á mark líka. Það er talsvert. Töluvert. Og sjá þetta er bara svona, þetta lítur út fyrir að vera... Þetta er þægilegt hjá FSU. Já. Ansi þægilegt, sko. Stjáni Bláði þau bara hana í... Heyrðu! Nei, heyrðu. Dragon, maður. Dragon. Dragon. Attipati, þetta er eitthvað snabb, sko. Með einum hana. Við þurfum aðeins að rannsaka hvaðan ykkur fengum í það. Voru það Valorant ekki heldur? Nei, ég var mikið að... Það veltaði fyrir? Nei, sko. Nei, það eru allt mikið að líka. Já, þetta er ekki að líta vel út fyrir Emma á augnablikinu og er ekki bara hérna marka komið viðbót. Nei. Þetta hefur verið fallegt mark. Það er svona svolítið erfitt að vera eitthvað að pæla mikið í þessu þegar þetta er svona svakalegri yfirbyrði. Það verðist bara að vera sótt á 1 mark og Dabbi Kaldi heldur bara einn á. Er þetta ekki þriðja markið á Dabbi Kaldi? Þetta er þrenna. Þrennan, sko. Þetta er bara FSU bara langleiðan að slá Emma út hérna. Já, langleiðina bara, þú veist, með við hvað við erum að horfa á hérna þá er ekkert að fara að breytast í næsta leik, sko. Já, svo vongóð með fyrsta marki frá Emma. Það lofaði svo góðu. Það myndi bara halda mómentinu, sko. Attipati eitthvað svona aðeins að reyna, en þetta virðist vera... Hvað segjum við þarna? XX Macro... Það sé að Makrosa? Hvað er Makrosa? Þú ert bara að fara keto bara alveg hægri vinstri, okkur er Makrosa ekki? Já. Stjáni Bláði með annað mark. En, þú veist, okkar maður er ekkert að grínast, sko, nafni. Stjáni? Það er þetta, hef ég aldrei verið kallaðir. Það bara ferði líka bara alls ekki. Það er bara alls ekki þú. Það er ekki þú, sko. Nei, það er málið. Ég tengi þess að minna, ég var alltaf að kalla það Krissi. Og ég tengi ekkert. Varstu að kalla það Krissi? Já. Í alveg? Já. Þú ert bara kreinar fyrir mér, það er einu sem er búið. Það veist, bara ég bjóða til fyrir 2 ára, þannig að þetta er áhugavert. Hérna er bara Dabbi Kaldi að bara fá að vera með. 7-1, þetta er pökkur. Þetta er bara pínu óþægilegt, sko. Varst þú með eitthvað nippelina? Þú sér að þú köttuð eitthvað? Sko, ég er í Valorant, sko. Þá er ég með XXX Incel Slayer. XXX. Já, en það er rosalega. En þá er ég að tala bara eitthvað svona, hvort þú sért með eitthvað, hvort þú ert með, hvað er þú skælunafnið? Herðu, nei, hætt. Það hafa margir ringt, sko, en ekkert stikkað. Nei, ok. Það er bara Melli. Ég hef aldrei verið Melli, sko. Þú veist, það er alveg smá Melli, sko. Já. Svo, veist, það er eitthvað reynt Mella, sko, það lítur ekki verið út á pappir. Nei, það er ekki gott á pappir. Nei, einmitt. Það, liði ekki lengi, sko. Nei. Hérna... Ég held að Emma-ingar sé bara að bíða eftir þessar 5 sekúndur klári sem fyrst og í rauninni næstu 5 mínútur, sko, með að við það sem við erum búin að vera að sjá hérna. Ég myndi segja að FSU hefði unnið þetta á því að skora fleiri fótboltamörk. Bara Stjáni Blái hafi skorað öll mörkin, hann bara... Nefna hvað? Dabbi Kaldi með 5, sko. Stjáni með 3, Stjáni með 3. Tölum aðeins um Gatto. Verðum að ræða Gatto aðeins. Hann fær hérna 1 assist á, þú veist, við verðum eiginlega að ræða, það er ekki svona ákveðið afrek að fá bara 1 assist á þessum 8 mörkum. Gatto var með. Hann var svolítið með. Kannski hörku varnarmaður. Ég hef á tilfinningunni, nú er ég engin sérfræðingur. Og er það ekki? Mig grunar að þú veist, það sé ekkert eitthvað brjálu spenna að fara inn í seinnileikinn hjá MA. Nei, maður myndi kannski ekki beint vera neitt rosalega peppaður, sko. Ég væri ekkert hissa ef að hefði myndi verið meira pepp bara fyrir svona 7 mínútur síðan. Algjörlega. Já. Ég væri til að vita komin að stað, alveg. Þú veist, hverjir að vera að spila með fjárstýringu, hverjir að lyklaborð? Ég held að það sé nefnilega fleiri... Er þetta blanda því þannig bara? Já, en ég held að það sé nefnilega fleiri á fjárstýringu, sko. Það er svo erfitt að ná þeim snúningum og airbound. Já, það er ekki bara krúsjál. Líka Emma komast yfir, sko. Hefur þú spilað þetta eitthvað, veit ég? Sko, ég keppti einu sinni í móti á Ground Zero. Það voru 4 lið og ég lenti í 4. seti. Já. Snúra mín var að mjúta mækinn. Snúra að mjúta þig? Þetta er eitthvað nýtt.
Ertu að taka ekki sem einhverju sæni? Topp 4, betur en bottom 4. Já, ég spilaði þetta einu sinni og þá bara hugsaði ég geri þetta ekki. Nei, sko, af því þetta lítur út fyrir að vera svo einfaldur leikur. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, alveg þannig að þú spila á móti einhvers sem kann leikinn. Já. Það er alveg geggjað í þessu. Það er svo hátt. Þakkir í þessu? Skilþak, já. Ruggla, sko. Ég held að það væri bara blazerleikur, sko. Hann var það. En svo eru náttúrulega bara að tengja fjárstýringu við PC. Ég fara að gera það nú. Samt er ég ekki mikill fjárstýringar maður. Það er svona ákveðin leik. Það er svona ákveðin, það er ákveðin stemming í því. Ég er í bölvuðu brasi með fjárstýringuna. Þetta er verið góður í höndunum, sko. Já. Það er ekki allir sammálaðir þar. Þetta er FSU, komið yfir. Já, það kemur svo sem ekki óvart, en ég er samt að vona að Emma taki hérna comeback. Splash. Það er ekki alveg einn að... Þetta lítur ekki vel út í augnablikinu. Þetta lítur svona álíka vel út fyrir Emma og þess að afsakani Króla. Þú veist, þetta er álíka góð mæting í þennan leik. Jæja. 1-0, 2 og 50 eftir. Menntaskólinn Ásbrú náttúrulega bara búin að vera hérna hvað powerhouse í frís síðustu ár. Já. En sjá núna bíðunum við hérna er 2-0. Það er Stjáni Blái. Stjáni Blái er búin að vera heitur maður. Hver skoraði fyrsta markið? Ég mistaði. Ég bara velti henni fyrir mig. Og þetta er ekkert, sko, ég er ekki að setja út á neitt hérna, sko. En erum við búin að sjá bara Gató í leiknum? Gató er í markinu, sko. Já, vörðin, þetta er vissulega Gató hérna, sko. En það er vörðin og það er náttúrulega bara oft vanmyndir hlutverk. Þetta er Dabbi Kaldi og Stjáni Blái, sem er náttúrulega ekkert eðlilega fyndið að lesa upp hérna í röð. Eru svolítið bara drottnir yfir, en Gató vissulega með þessa stóðsendingu. Þetta var hörku stóðsending, sko. Þetta er assist á Gató. Herru, Blóter, ég var að fá I got a message. Jæja. Ég myndi segja, kalla þetta skilabóð ofan. Jæja. Hvað sagði það reytingið þetta var í CS? 6.000 eitthvað. Tvillir jánar að heyra það. 6.600 eitthvað. 18.976. Sjá þér? Já. Ok. Ég vil eftir þetta. Ég er stoltur af þessu. Það er ekki margt sem ég getur stoltur af en að vera með aðeins hara íló en þú í ykkur. Nei, þú veist, það er eitthvað sem þú ætti ekkert eitthvað endilega við eitthvað að flassa því eitthvað eins og það sé eitthvað, sko. Þú vilt alltaf ekki tala mikið um þessu neðar en ég, sko. Nei, þú veist, ég er, mannstu, það er búið að ræða það margóft, Kristján, að ég er einn neðsti Faceit-spilar á Íslandi. Já, við erum ekki að tala um Faceit, sko. Nei, ég veit það, en ég vil segja... Það var í CSGO, þetta er nýleikur. Já. En ég meina, þú veist, ok. En ég meina, þú mátt alveg öllu ganni sleppti þá, er 16K mjög gott, sko. Er það ekki alltaf í lagi? Það er þrjusu. Já. Ég tek því alltaf. Þú veist, eina ástæð fyrir ég er í 90K er að sjólan er stull. Einmitt. Leð og hún verður nörfuð þá er ég búinn að bera. Emma kom með mark hérna á móti en þetta er bara FSU að ganga frá þessu. Menntaskólinn Ásbrú er bara að fara að kveðja hérna og við gáum ekki svona vídeo einhvern sem er ákveðin skellur. Þetta var gott vídeo. Þetta var gott vídeo. Gott production value og við komum að sjá all liðin. Bara ekkert eðlilega gott og bragmovie. Mínúta á klukkunni hérna. FSU 3, MA 1 og FSU er 1-0 yfir hérna. Eins og í einvíinu þannig að ef að þetta klárast svona þá er Menntaskólinn Ásbrú ég bara pakki vörn. Pakka heim, pakki tösku ætla ég að segja. Vann ykkur gasmengun út á Reykjanes og eitthvað svona í dag sko. Nei, þetta var bilaður mælir. Skemmtur það. Dabbi Kaldi er búinn að redda þessu bara. 4-1. 4-1. 44 sekúndur eftir. Og veist, ég held að það sé líka bara staðan með fullri virðingu fyrir Rocket League að séu allir að bíða eftir þetta klárist með hvað þetta búið að vera óspennandi sko.
Já, mér myndi allavega líka þannig sko, ef ég væri ásprungna. Já. En ég meina það búið að loka okkur einhverjum trilltum Valorleik hérna, þannig að við fáum hann alltaf verið. Líka erum með Melinu in her game og ég laka bara til að sjá það stöf. Við erum líka að fara að borða þess að mögnuðu pítsu hérna þess Erum við að fara að gera það? Já, alltaf. Það er svolítið leiðilegt að horfa hann á kólna. Sem ég búinn að... Já, byrjaði bara. Nei, ég ætla ekki að byrja alveg strax sko. Af því ég sem ég svona velja mér slæsu núna. Það er svona komið þangað sko. Þetta er eitthvað, þessi pizza. Það er bara þannig. 10 sekúndur á klukkunni FSU að, ég hef ekki bara sagt það hérna, FSU að tryggja sig áfram í undanúrslitin MA að kveðja menntaskólann á Ásbrú. Já, þetta er bara búið, dómari. Þetta er búið. Þetta er búið, 2-0 FSU. Til hamingju. Hérna með að kíkja á þau hérna eftir smá, fá að sjá frá þeim Já, þeirra vídeo, já. Málið er, þú veist, það er ekkert til þess að ræða eftir þennan leik. Nei, þú veist... Nei, raunin ekki. Tala hvað Dabbi Kaldi og Stjáni Blá voru góður. Já, það var bara gjörsum pökkun af eldgamla skólanum, sko. Þetta var bara, þeir átti ekki breyk. Já. Því miður, þráttur að skora ótrúlega satt fyrsta markið í leiknum, sko. Herðu, ánum förum í auglýsingar, Milna, segja okkur aðeins frá sinna. Við sem sagt þau fram á bæt, sem þið að reyna, heyrðu okkur, sendu þetta og ég minna á það að í undanúrslitunum og svona hérna á næstunni að þá náttúrulega eru, það er bara pakka í húsinu tilboð og allir pakkin, sko, þannig að þetta er einstæðurinn og við mælum ekki með að fólk pansi þessa pítsu. Við veitum ekki um það. Þú getur ekki sagt það fyrir þú ert búin að smakka þetta. Ég verð að bakka Melinu upp að það, sko. Sko, herru, Plótið, þú smakkaði alltaf einn á það. Þú smakkaði pizzuna. Ég smakkaði pizzuna. Þannig að nú ertu þá að fara að smakka... Já, ég er alltaf að fatta hvað er með þetta... eins og tala með nickname-in og svona er ekki að virka. Þetta er ekki, við kallum hann ekki melluna, sko. Jú. Þetta getur verið mellan. Ok. Ég er búin að finna hérna held í slæsuna, sko. Já. Búin að finna slæsuna. Þá fæ ég fyrsta bitan af ólífunni. Hérna erum við ólífur, svartar ólífur, ananas og svampar. Og þetta var lýsingin umami í svömpunum. Sætan í ananasnum og saltið í ólífunum. Þú verður að taka með mér, maður. Já, bara gera það því ég er búin að kveðja og þarf ekki að tala með fulla munnin, sko. Bara, þú veist, óþrau. Hvernig, hefur nýkom frá Róm náttúrulega? Það hefði eitthvað dáin ef að sé þetta á Róm, sko. Ég get loðað því að þegar við töluðum að sem þetta á hann. Alla pítsur á Ítalíu eru ofmat, sko. Flestar. Þetta er miklu betri pítsaheldur en ég fekk í Róm, sko. En þetta gengur, sko. Já. Þetta er furðulega gott. Ágrís, ég ætla að klára þessa slæsu, sko. Ok. Hvað vil ég ekki tala um það? Nei, ég bara spá, þú veist, eru að fara að setja melluna á... Ég skal taka eina. Ég elska þetta. Handa þér, á mellana frá matseðil eða? Eða myndir þú pantaði pizzuna frekar, til dæmis? Sko, það er ekki, held ég bara svona, ég er ekki vissum að sé IQ move að hendina á matseðila því að hún er kannski ekki pöntuð því að fólk er hrættu við þetta, skilur. Ég myndi persónulega fá mér frekar pepperoni, skilur, eða bara bæta því á. Já, þá allt í unni er þetta alveg fara að ganga eitthvað. Þá er orðið pizza, sko. Þú veist, álegi þarna er eitthvað sem ég fæ mér með pepperoni. Sko, það þarf ekki alltaf að vera kjöt. Jú. Það er... Nefnilega, sko. Ég ætlast að vikana, ég er alltaf, sko, alltaf að vera meira og meira til í að sleppa peppinu, sko. Ég er bara alls ekki þar. En þú veist, það er ennþá alltaf basic go-to mitt, sko. Fyrsta álegi á pepperoni, sko. En, þú veist, og ég skila, herru. Ógeðslega gott, smakka þetta. Ég er að fara Kristján. Farið, já. Við ætlum að henda okkur í austuðrauðlýsingar og svo ætlum við að heimsækja FSU áður en að við förum í Valorant. Þetta er fárlega góð písa. Já, verður það góð. Takk. Ég var bara með stjörnu í augunum yfir þessu landi. Við bara ákveðum að stökkva af stað.
Þetta minn uppáhaldsstaður á jörðinni. Ef þú ert ennþá með það stimplað inn í þig þegar langar frekar að skora mark heldur en að halda hreinu, þá erst þú ekki að fara að spila fyrir mig, sko. Balkan Mafia. Meðan þú ert, ef að segja, í aukavinnu, þá myndir að þér inn í Súðavík, eða ekki? Já, ég var alltaf 90 í gær. Kallaði þetta stundum í gríni Instagram áhrifin. Það vilja allir verið í tóstandi og með sixpackinn á myndunum. Það er enginn að peppa mig. And no fighting with the referee. Hljótum maður að fá nærmynd á þetta. Besta kaffið? Við getum ekki sagt að við sem að reyna að leita einu bústi við. Hljómar kannski svolítið sjálfselskulega, en þá snerist bara allt mig og hvernig ég performa. Here lies a kind and generous soul. Someone who is loyal, trusting, and faithful. No wonder they're no longer with us. Welcome to the game. It's a bit extreme, isn't it? Play it nice. You could end up 6 feet under. Play it dirty. I'll be looking at you after this. Wow. And you might come out on top. You're a traitor. 22 people play the ultimate game of treachery for a life-changing cash prize. Velkomin í Viltu finna milljón. Í þessum þáttum ætlum við að fylgjast með 3 pörum í 5 mánuði taka fjármálin sín í gegn. Hvað haldið að þið skuldið mikið? 100 milljónir. What? Svona mikið? Já, já. Við ætlum að greina fjármálin þeirra og gefa þeim og áhorfendum góð ráð. Séu lán verðtryggð eins og í tilfelli Natalíu og Stefáns, þá getur farið svo að eigið fé verði neikvætt í húsinu. Við fylgjumst með keppendum, takast á við ýmsar áskoranir. Við að byrja að skanna hvort það sé eitthvað á honum. Það er líka aðeins búin að vera að skoða bara svona svipaða bíla. Nú er komið að því að skipuleggja ferðalag. Við erum að fara til Varsjár, höfuðborgar Póllands. Þið eða halda matarboð fyrir 4 fyrir 5.000 krónur. Svo skiptum við liði. Ég fór út í Nauthólsvík að finna skreytingar fyrir borðið á meðan þú hélst áfram elda. Það par sem nær bestum árangri í sparnaði stendur uppi sem sigurvegari og fær að launum 1 milljón. Jæja, þá erum við komin aftur í sveitina. Ég bý hérna því miður, en þetta er Fjölbrautaskóli Suðurlands. Lítið hefur breyst hérna frá því Eva kom hérna seinast, en það er mjög kalt hérna. Eigum ekki bara að koma inn, sýna ykkur skólann. Jæja, hvernig líst ykkur á að vera komin aftur upp úr, ég man ekki, býti, ok. Hvernig líst ykkur á að vera komin aftur í 8-liða úrslit? Jú, það er bara mjög glaður, sko. Mér er nú eiginlega drullu saman þessu 8 liði hérna, sko. Við erum bara að stefna á toppsætið, sko. Hvernig er stemmingin búin að vera í kringum þessa keppni? Hún er búin að vera gríðarleg. Við erum allir búin að vera ógeðslega peppaðir við að spila á móti þessum liðum og bara gjörsamlega klappa þeim á hausinn. Eruð þið með skilaboð til MA? Ég hef nú ein skilaboð. Hvað er það skemmtilegast að gera á Selfossi og hvað er það leiðilegast? Það er ekkert skemmtilegt á Selfossi, sko. Það er fucking bara drepið að stæður, sko. Þú mútti alltaf að finna eitthvað bóndalít, sko. Það er gaman að svo. Jæja, þá er ég í gryfjunni. Ég held að ég ætti bara að fara, þetta er ekki skemmtilegur staður. Við í FSU, við fáum fríar pulsur á hverjum degi. Þakka þér, Daniel. Herri, hvernig finnst ykkur, hver er tilfinningin að við séum komin í 8-liða úrslit? Það er bara geggjað. Ég segi bara vel gert. Ég segi það saman, Lúis. Hæfileikaríkt fólk hér, þannig að auðvitað er markmiðið að komast í úrslit. Og haldið að við tökum MA þetta ár? Það fer eftir hvort að
Hannes rólegur. En jójó, potið. Fingers crossed. Eruð þið með skilaboð til hinna liðana? Þetta var heppni í Rocket League leikjunum. Það var ekki nema heppni. Það var ógeðslegt. Og afsökunum mín að vera með Ari í liði. FFA, Tækná, Wamp Wamp. Ég tek undir að Roger Beck. Hvar höfum við það? 130 back. Það var svona kannski að helsta sem ég tók út úr þessum miðvörðleik, þessi alveg sko. Já. Fyrir utan það að við vorum aðeins að ræða, mér finnst þetta var smátt í pressing þarna. Með Selfoss. Málið er mikilvægur punktur í öllu svona stöfi. Við erum jákvæða manneskjur sko. Við viljum hafa hlutina jákvæða og létta. Já. Þú veist, það er fullt af góðu stöf við Selfoss. Án gríns. Við Selfoss? Já. Fullt af góðu stöf. Þeir eru með allt á Selfossi sko. Við erum með bíóar, sko. Við erum með krónum. Ég elska þetta dæma alltaf. Það er alltaf þetta bara, það geti ekki búist, það er ekki bíóar. Já, það er allir í bíóar. Manum það er landsinni fór í bíó svona angríns. En þú veist, það er samt bara svona eitthvað að það er allt til alls að. Ég meina, þeir eru með besta KFC-staðinn á Íslandi. 100% besta KFC-staðinn. Þeir eru líka með, náttúrulega Matöll og Matöllin gerði náttúrulega nýja miðbærinn er bara sturla. Róksla flottur og náttúrulega pulsuvagnin er náttúrulega geitinn. En kótilettuna líka, hún er bara næstunni held ég. Já, flott handboltalið, flott fótboltalið. Já, og sko alltaf stemmingi kringum svona lið úr þessum bæjum, sko. Það er bara, já. Svona ef við finnum eitthvað jákvætt í Selfoss svona fyrir leikmenn FSU í frí, sko. Já, þetta er líka, þú veist, þegar FSU var að 2-0, sko. Þú veist, það er þetta svona eitthvað, já. Við viljum meira jákvæðinu næst. Erum við að fara beint í leikinn eða varstu með fleiri spurningar? Hver var pælingin hann? Ég er alveg með spurningar sem við getum farið í. En er leikurinn tilbúinn eða hvað erum við, þú veist? Við höfum það bara annars í leikinn, sko. Því að málið er líka það, sko, Það verður ekki toppað, sko. Nei, við höfum eftir að gefa einhvern fyrir vídeóið, sko. Já. Við höfum eftir að gefa einhvern fyrir bæði vídeóið. Já, ok. Hver er sigurvegari dagsins? MA er sigurvegari dagsins í vídeóum. Já. Ég held að sé 100p, sko. En við erum ekkert að fara mikið ofar heldur en... Það er, sko, þar vorum við að gefa frá 1b10, eða ekki? Nei. 1b5. Já. Mér minnir að við höfum verið að vinna svolítið með... Þú veist, það var ekki... Þetta var þristur, sko. Já, ég var að hugsa 5 þar, sko. Sko, mér fannst alveg töff að sjá, eins og segi, liðin og leikmennina. Það er koma 5, sko. Góðu punktur. Og það var hörku grafík á, og það var reyfingin og allir sko. Við erum bara að kalla eftir. Já, það er rétt. 3-5 sammála. Menntaskólinn við Ásbúr, 3-5. Sleið. FSU. Við viljum að FSU rífið sér í gang svona ljósa þess að við erum komin undan og slitt, sko. Já, ég sem. Já. 2-5. Já. Við erum ekki að það búin að fá celeb cameo eða eitthvað króla að kíkja um glugga eða eitthvað. Nei. Og líka bara, við viljum líka að sé ruslaði sigur okkur mæsti. MA hefur náttúrulega hent bara hérna í Sverrir Bergmann, sko. Það er alveg verið stemming fyrir því. Sverrir Bergmann var í fyrra. Kannski vil ekki nota trompið 2 ári röð, sko. Það er svolítið fyndið. Aftur. Það væri svona eins og að fá, þú veist, bara sömu kinnana ár eftir ár því að það er ekkert frumlega hitt eða eitthvað skilur, þú veist, það væri bara skrítið, sko. Góða punktur. Hér. Nei, bara yfir höfuð, sko. Eitthvað svona í þessu. Já, svolítið mikið, sko. Einu af okkur sem fatt að það er królinn alltaf bara. Það er ekki tengið svo önnilega, sko. Melina, Valorant næst. Já. Þetta er þinn leikur. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Hvernig, fyrir þér, hvað þarf góður Valorant spilar að hafa? Sko, að munurinn á CS og Valorant myndi ég segja helst. Er þetta ability dæmi. Þannig að, Þú ert að kunna að nota rétt. Já, og líka bara að kunna á hina karakterina. Vita við hverju þetta var að búast. Það er það sem er bögga mín. Já, þannig að við tengdum að nákvæmlega sama tíma hana. Ég vil bara geta masterað einn gæja og verið bara ágættum með hann. Þú vilt ekki að koma með eitthvað óvart, þú veist. Endalaust eitthvað. What? Hvað er þetta? Það er svo bara þegar við mættum inn í fyrsta leiki og kom hundur hlaupandi. Já. Og svo var leynuhurð. Þú veist, þetta bara komið Narníu, sko. Leynuhurð, hundur, fljúandi kamerur, maður og þú veist, þetta er svo betur bara, þú ætla að fara í gegnum bara einhverja 10 orðabóka, eitthvað draslisort að kunna. Já, bara taka upp handbókina og læra. Er fólk að því? Er fólk að glósa þetta og eitthvað svona stöf? Sko, ég spilaði alltaf, Duelist. Þannig ég var entry frekar í rauninni.
og entry-fraggarar, þeir þurfa ekki að vera með það mikinn skilning á öllu. Þeir eru með annað fólk í því, sko, að segja sér hver í gangi og tímasetja. Egil er alltaf heilinn í Exploder, já. Það er málið. En það er einmitt, sko, in-game-líturinn er svo útrúlega mikilvægur í Valorant. Hann segir bara allt. Þú veist, þessi með ulti uppi, þessi að fara að gera þetta er að koma, bíðum eftir hundinum. Wait for the dog. Var Ásdís með þér í liðið? Já. Já, Ásdís var með okkur. Eigum að gíska að Ásdís hafi verið heilinn, eða? Var það þannig, eða? Hún er alveg með heila, sko. Veit það ekki? En við vorum með Lilju Þorvarar sem in-game-lítur þegar spiluðum. Hún náttúrulega bara með þungar reynslu á bakinu og CS líka. Þegar sko Ásdís var hérna með okkur í síðustu... Ásdís var náttúrulega bara mótastjóri Frís síðustu ár. Fyrsta sísonið sem hún er ekki. Nú Bjarki okkar allar besti búin að henda sér í það. Einmitt, Ásdís tók okkur svona eftir úrslitaleikin, þá spiluðum við Valorant. Og hún var bara með okkur í erunum all tíman. Við vorum samanliði. Hún var samt að reyna að útskýra eitthvað fyrir mér. En ég náði því samt ekkert, sko. Hún var að benda mér á eitthvað stöff sem ég ætti að fara og ég skildi það ekkert, sko. Þannig að það er flókið, sko. Ég er flókið, sko. Já, þú getur ekkert sagt bara eitthvað, Vineseller, dog, bird, eitthvað, sko. Við eitthvað sem maður veit ekkert hvað það þýðir, sko. Ég líka að tjekka, sko, Valorant er náttúrulega... Getur alltaf séð ekki séð, cirka bát, skilur, farað á þessu tunnur að maður, skilur. Já. Það eru bara tunnurnar. Hann er alltaf 16 plus þessi leikur líka, sko, þetta er alveg þungur leikur, sko. En við vorum líka að heyra með liðin. Það er einmitt 3 stelpur. Heldur betur. Með FSU. Plug Kengrin. Delulu og Kate. Já. Nöfnin er með þér. Hver var aftur favoriti í þessu leik? Þetta var 13-11 leikur, þessi lið mættust, sko. Og þar vinna MA 13-11. Núna er náttúrulega FSU 2-0 yfir. Ekki búið 3-0 en er ekki búið sópa neinum í þessu. Spurningandi stemmingin er á Ásbrú, sko, pælum að segja þessu. Hvort liðið er að fara inn í en leik peppara? Og þeir, ég myndi alltaf segja Ásbrú. Já, allan daginn Ásbrú. Peppara er vittlust orð. Og því að þú veist, það er klárlega meira pepp hjá FSU. Já, bara hafa fyrir einhverju... En þú myndir frekar vilja vera liðið sem keppur á móti FSU núna heldur en á móti MH, sko. Já. Þannig að, það er Icebox. Ég þekki þetta borð, ég degi alltaf að næja okkur kassa í liðinni. Það er alltaf nóga kössum, sko. Hvernig, er þetta vinsælt mapp þarna? Já, Icebox var sem sagt, það var vinsælsta mappið í kvennadeildinni í Valorant. Af því það er mjög taktískt og konur virðast hugsa aðeins meira með heilanum og karlmenn aðeins meira með líkamannum að skjóta hluti, sko. Aldrei hugsa út í það, en... Þannig, þetta var, eins og ég segi, vinsælsta mappið í kvennadeildinni. Mjög skemmtilegt. Hvað heitir mappið? Ég var að spyrja því að segja, við vissuðum það ekki. Þá vorum við að spila eitthvað mapp sem var ógeðslega fallegt. Djúvillara fallegt. Jú, það var einna mappið sem með... Svona rólu yfir. Já, nei, þú talar um það. Nei, við spilum það ekki. Jú. Nei, ég man hvað mappið við spilum, sko. Við spilum það? Ég fór róluna, sko. Aha. Já, veist ég... Þú vissum maður ekki bara gett að setja kvöldi? Heitir ekki róla? Nei, það er siplanið. Siplanið, já. Þú veist ekkert eðlilega góður í því. Jú, það er góður siplanið. Fracture. Já, örgulega. Ef þú segir þú okkur. Tekur siplanið hann þegar þú byrjar svona fram og tilbaka. En hvaða fallega mapp er ég að tala um? Við fórum líka í Þú veist að tala um Fracture, held ég. Já, við fórum líka í mappið sem er er ekki eitthvað svona asíst einhvern veginn eitthvað. Mér er ótrúlega fallegt Pearl sem var alltaf. Það var sko borg inn í Perlu neðansjár. Þannig að þú horfir upp, sko, og sérðu bara hvali og fiska. Já, við erum náttúrulega ekki að horfa upp. Við erum alltaf einbjöld okkur, við erum alltaf bara í... Það er munur okkur, Kristján. Ég er að skoða það, sko. Hvað heitir þessi maður, maður? Það skiptir engu máli, maður. Sjáum við einhverjar hetjur hérna sem við fílum með? Já. Þetta er bara... Hvað spilað þú? Þetta er mjög solid. Er Haven fyrsta mappið, eða? Eins og ég sagði, ég er dualist spilari. Þannig ég myndi vera Jett með hann að hvítarða gælan í FSU. Melina, Já. Það segir mér ekki að þú sért dualist spilari, skilur. Það er entry-frekar, sko. Já. Þú ert bara með þá, og þið sjáu það líka að hann Veigar Páll sem er á Jett mun örugglega bara dash inn og búa til space, sko. Jett alltaf verið.
Það er svo gaman. Shimon mættur aftur líka hana. Ætli hann sé í öllum liðunum? Nefn hann heiti Seaman í Rocket League. Það Gæti náttúrulega verið bara, þú veist, Dabbi Kaldi líka eða eitthvað sko. Já. Einmitt. Við erum ekki með hljóð í leiknum, en það er kannski auðvitað. Það var að dettin. Þarna hvað? Já. Ok. Þarna er róla. Þarna er róla? Þarna er róla, sko. Hvað er þessi hringur hana? Bara smók? Já, þetta er smók. Smók frá FSU. Og þetta er bara venjuleg smók, en það er ekkert eitthvað svona að þú missir eitthvað líf og ferðið inn í það? Jú, sko, hún missir ekki beint líf. En þú lækkar þessi lífi, leið þú ferð út, þá ferðu lífið þitt aftur. Okay. En það er auðveldar að drepa þig þegar þú stendur inn í. Okay. Þetta er Emma að taka fyrsta rándið. Já, mjög Hvernig er það í þessum mappi? Erum við að tala attacker eða defender sætið? Sko, ég myndi segja að MA eru með betra defender lið. Þeir eru með meira af utilities til að nota. Þannig að, já, en þetta er mjög jafnt samt sko, en það fer alveg virkilega bara eftir playstylunum hjá þeim. Hvað er hann að skjóta á það? Hann er að skjóta hérna frá Sova sem að gefur hans liði bara sína alla. Þú kemur skát hérna? Já, ég er alltaf til í svona skát. Er skátum one shot auðvitað ekki marmor? Já, í haus. Já, voru það headshot? Sennilega. Sennilega. Herri, MA eru bara ekkert að grínast þetta. Nei. Þeir eru líka að taka sheriffin sem er bara að degla. Það er það sem ég og Plóter gerum mjög leitt þegar við erum með bakið upp vegg, þá náttúrulega tökum við þess að deglu og klikkar aldrei í höndunum okkur. Klikkar ekki, sko. Það búið að gera einu sinni á mér. Ég man einu sinni að klikka. En þú veist, það var auðvitað laggið eitthvað. Það var 100% verið það sko. Pierre O'Maker. Pierre O'Maker. Þetta er hræðilegt. Þetta er alveg hrigalegt sko. Ég veit ekki hvað er hann, í hvaða name generator hann fekk þetta nafn. Pierogi Maker. Þetta er svona nafnum að tekið af þér og þá setja eitthvað random í staðinn sko. Blott headshot þannig. Áskátunum. Piergo. 4-3. Það er greinilega hörku spilari. Simon er mættur. Þetta er svolítið, eins og ég sagði á þannig að MA eru með svo mikið utilities. Þannig bæði þau munu defenda og svo núna þau eru að takka. Hvað var þetta? Hver hendi bara einhvern tyggjóklæs í andlitið? Það er, Það er svo mikið í gangi. Gekko, já. Þetta er bara blind, sko. Já, ok. Já. Þetta er bara flash, Þetta er bara, já. Þetta er bara það, sko. Magna maður. Sko, þú verður náttúrulega, sko, eitt með Shimon. Þú verður náttúrulega að segja, þú veist, á eitthvað svona, það verður eitthvað innlifin. Shimon? Ímyndaði, þú veist, Shimon er að taka hérna bara fríkill. Bara Shimon! Shimon! Þú veist, það var dálítið nett, sko. Þetta er náttúrulega líka í capital letter, sko. Já, 8 öskur. Það þarf svolítið að segja þannig. Já. Það stóð bara stopp, ekki bara því, þú veist, á ekkert betra fyrir ykkur hérna, en það er eitt bombslætt í þessu mappi, sé ég. Því að það er bara öll liðin alltaf þar. Já. Sko, sem er ekki það sem ég man, því ég dó alltaf á miðjunni. Já, í þessu mappi. Þeir virðast vera mjög ákveðin í FSU bara að fara bara á A. Ég myndi kannski leggja til að prófa B. Já. Þú veist, bara svona, þetta er róttækt í þessari stöðunni 4-0 undir, sko. Nei, byrju, MA náttúrulega eru að MA eru með þetta, að takka, þannig að þá bara haldið þessu áfram. Bara á að. Já. Gerist það neitt um hlutur. En sko, MA eru til dæmis líka, þau eru með 3 flush. Þannig að það er bara verið að... Þannig að þau eru bara að henda því öll inn og hlaupa inn og sæti. Það er bara verið að tengja saman, bara chainflash hérna. Já, á meðan að sko FSU eru bara með 1 semi-flash. Það líka var í leiðilegt að vera hérna, þú veist, map-designurinn að horfa hérna leik. Þú bjóst bara til þarna bara 80% af kortinu. Það er bara sérst. Það fer enginn. 4
sem ég svo pælt í, maður spila ykkur leiki, þú veist, bara þið alltaf dreymt að vinna að búið töluleiki. Svo bara mætir þú hjá bara, þú veist, Activision eða eitthvað, bara fara að gera eitthvað, bara Call of Duty eða eitthvað. En færð verkefni að gera skógrind til að hafa bara inn í húsi. Já, þú veist, það þannig, skil. Þú veist, einhver þarf að búið til. Einhver þarf að gera. Þannig ég, sko, eins og við í Game TV, við gefum alltaf tími að skoða þessa hluti. Þú veist bara, það var einhver sem hannaði skítugan disk, skilja eftir á borði. Þetta góð punktur, Já, maður pælir ekki mikið í þessu. En ég meina, ef að þú væri fengið til að hanna eitthvað skítugan disk, ég meina, myndir ekki planta einhverju svona lúmsku, easter egg? Alltaf. Eitthvað svona smá. Ég hugsa að ég færi í akkurat svona kannski hálfjafna ólífu, sérði steinin og Óþægilega svona dæmi, það kom ekkert með eitthvað knock-off af PUBG. Nema sko, þú veist, alla myndir á veggjum og svona, voru bara einhverja random fjölskyldumyndir á netinu, sko. Já. Það nasty shit. Bara í römmum, þú veist, ég ætla að vona það að vera eitthvað sjöttustokk dæmi, sko. En ekki bara family, bara á Google, skilur við. Þetta verðist vera svona... Þetta er mjög one-sided leikur. Þú veist, MA er alveg að svara fyrir Rocket League-ið. Þú veist, bara að segja eins og það er. Algjörlega. Þetta byrja bara nákvæmlega eins og síðan sinni mögult. Ef við pælum í því þannig. Þau eru svolítið bara búin að ákveða að þau ætla að taka Valorant. Mér líður þess að sé verið að sýna okkur eitthvað á þessu skorbolti eða. Það var bara... Maskina var með að það lengi uppi að það hlýtur að vera, sko. Hvað er þetta, þessi gaur hana? Sem poppa? Þetta er hérna flaskita á hann. Sjáu þið? Hérna, við hefum ekki séð þetta sjónarhorn á þessu mappi áður, en vissulega er þetta bara verið að reyna að flagga í baki, en núna eru 2 frá MA á B-inu. Já, sko, þau eru að fara hérna. Það var miðjan þarna sem var að koma í gegnum, en eins og við sjáum, það var að keyra í bakarna af B-inu. Já, en FSU er bara rétt með staðum, við fórum í miðjuna til að fara í bak líka. Á A-inu. Nú það er búin að skoða fara hann kannski Þetta er bara, þetta er 6-0 hérna. Simon hérna, 1 á móti. Það gekk ekki lengi. Gekk ekki lengi, maður. Varstu með eitthvað spurningar eða? Bara svona heilt yfir? Ég er bara svona spá. Svona meðan þetta er svona óspennandi þessu staðinu núna? Þetta er ríkalegt, sko. FSU bara, ég held að FSU hafi bara tjekkað sig út, búin að vinna. Þau vilja ekki sína. Já, meina þetta er taktíst. Taktíst. Láta pikka inn í sig. Val á næst. Kate þarna, 3 frögg. Pierre kom ekki af 4-3. 11. Já. Allt að gerast. Hann er einmitt að spila líka endurfröggur. Og þennan karakter sem er oftast bara með langflestu killin í liðina ætti að verða. Þarna, í DM. Þarna upp á. Segir líka svolítið, sko, þú segir alltaf, það gefur til kynna og farir alltaf þangað. Það er alltaf bara, þú veist, maður gefst ekki upp. Nei. Stundum er það bara gott að prófa eitthvað nýtt eða eitthvað er ekki að virka. Ég myndi halda, þegar þú veist. Þú veist, já, ég fór aftur bara í CS. Já, ég veit. Aftur í gamla góða. Djöfisins búndur. Frá deg á miðjum í döstustað. Þannig að ef ég er að fara að deg einhverju miðju þá er það í dýtust. Veiga Páll er enda rosalega. Já, skóður á vappanum líka. Væri ég til að fá eitt silfurreysing. Frísmót. Verði ég ekki bara að hósta það? Bara ein mannsku hver skóla. Gefum við hugmynd, sko. Ættu nú bara að beila að halda þessum vappaði? Nei. Nei. Þetta er svona, við erum hvað sem er fókt dæmi. Já, þetta er svolítið það, sko. Hvað er svona, hvað er trollið í Valorant? Þú veist, ég er bara búinn að skítappa leiknum með eitthvað. Já. Og þú veist, ég heyrðu. Þessi fór bara niður á reisið. Þarna var bara súrnun sjávar í beinni. Þetta var kannski trollið, sko. En ég er bara svo spáð, þú veist, hvað kaupir? Þú veist, hvað er bara hérna revolverinn? Það er eiginlega, ég myndi segja að það væri pínu nekefið, sko. Er hún samt ekki alveg góð? Það var hríðskutabyssan. Jú, en það er samt pínu troll að fara bara öll á hana, sko. Sem er svona eins og í CS, en hún er actually orðin lúmsk núna og orðin miklu ódýrari. Já, það er málið.
Nei. Herra, einmitt. Hvað meinar þið? Ekkert meira pyrrandi þegar kemur svona klóni líka. Var þetta klóni sem þetta? Nei, það var ekki bara Dash, eitthvað. Þetta var bara flass frá hérna Phoenix. Auðvitað. Sem er döður í MA-liðinni. Einmitt. Algjörlega. Altså, ég finn bara svona, ég get ekki sagt ykkur nöfnir og þið bara, já, einmitt. Já, þetta er bara stemming bara. Þetta er eldgamla völdun. Er ekki alltaf bara búin að vera 3 eða fleiri í MA-liðinu eftir? Jú, þau eru bara búin að vera að gera það rosa vel, sko. Er FSU ekki bara að flýta sér í Victory Celebrations? Jú, ég held að. Ég held líka bara, MA er að keyra þetta allt rosalega hratt. Þau eru ekki að stikka eitthvað lengi við að hugsa sér tvisvar sko. Bara hlaupa inn, henda öllu sem þau eiga og taka bara aftur og aftur og aftur. Ég er alveg búin að fá bara SMS og dót sko. Ég fá skilaboð um að brjálu stemming í það var nafn á þessu. Hvað er það að tala um? Nei, bara ætla að finna nafn á vestlunum með stöðinni sko. Þú veist. Það tala um bara í, bara að það þurfti inn í bæinn sko. Bara í nýja miðbænum, bara sé, er það að tala um bara í... Já, bara bullandi stemming. Í nýja miðbænum, þú segir bara, hérna, er það á miðbar eða eitthvað? Bullandi stemming á parkhúsinu, ungmennhúsi. Já. Já. Það er mitt, Robert. Já, skemmtilegt. Bullandi stemming sko. Fólk er bara að missa af, skiljum við. Ég held að þú verður að hugsa sko, þetta væri bara stóra sko. Nei, fyrir ekki, það er allir í Sigtúnskari. Það er galinn stemming í Sigtúnskari. Það er það sem að kóðletan fyrir fram henni. Já, ok. Þú eru auðvitað að hvíta bara. Já, ekki staðar. Einmitt. Heyrðu. Þetta er bara sjens hérna. Það ekki, erum við ekki með eitthvað yfirtölu hérna? Það er mjög mikilvægt að ná allavega í fragg sko. Það er ömulegt að tapa leik á núlinu. Ok. Bingo. Það taka hérna. Afhverjum að Deffa? Ná, kannski getið fjúsa. Það er sérst að því að Killjoy hjá Emma poppaði ultinu sinni og þá lamast allir svona þegar springur. Tæma. Það er násatt. Það er násatt. Já. Hefði verið satt. Nei. Ég heldur að það hefði verið búin að halfa sko. Já, það var komið. Náðu því. Voru eiginlega búin að Deffa þegar að Killjoy kom sko. Já. Það er svolítið svona valvarað þengið mitt að geta fjúsa hálfa leið. Getur Killjoy kasta ulti dauð? Nei, hún gerði það bara áður Akkurat þegar þú, já. Og svo tekur það smá tíma að tikka og ef þú skemmir það ekki að þá springur það á allir hérna. Varum við ekki fyrst komin í þvælinu ef hann geti kastað ulti bara úr gröðum? Getur það lífga manneski þig, sko. Það er alltaf hérna í League of Legends maður í kartur, þá ertu bara döður að drepa alla, sko, alveg. Færði bara 10 sekundur og sem hún hreyfið ógeðslega hægt og getur droppað bara sprengjum en mjög nett, sko. Já. Það er allt hægt í ræðiþrótt. Einmitt. Herra, FSU, bara kompakið er hafið. Sko, ætlaði að reyna að taka hérna... Elskar líka MA fór bara beint á aðeins eftir. Já, þetta er bara ganga og þeir eru bara að halda sig við það. Þetta gerir það bara. Já, og þarna, eitthvað. Hvað var hann að klæða sig? Nei, það var bara eitthvað teleport eitthvað. Þetta var svona... Últið hann segir að hann getur hlaupið inn og leiðan deyr þá bara spónar hann aftur það sem hann últið. Þannig að bara auka líf til að hlaupa. Kom með 3K eða ekki? 4K, hérna. Já, FSU með 2. Það er stort. Er þetta attackið eða defensive sætið? Þú sagði held ég á það, en er þetta bara jafnt? Sko, þetta er frekar jafnt, en ég myndi segja að þetta er aðeins meira defender sætið. Ég myndi segja það, en það er svo samt, það er svo mikið eftir playstafnum. Sko miðað við hvað Vegapallur var upplöfuð þarna, þetta var helmingurinn á fröggurum, er komin á operatorinn hérna núna. Já. Það er alveg spurning hvort að þarna hefði verið að kvikna á einhverjum ansi upplöfum póstur. Já, gæti verið. En það er bara, eins og ég segi, MA eru með svo mikið af utility sem þau geta nýtt bara endalaust, sko. Og þá ertu bara að tala um bara grunn-utilities smókar, bara flassar, þau eru bara að spila þær hetjur að þau eru bara með sjúklega mikið utility fram yfir FSU. Sem eitt af því sem er erfiðast með að horfa á Valorant og svona er þetta
þú veist, hvernig overlay mál eru? Já. Þú veist, það bara í einhverju prósinu sem að fara eitthvað alvöru overlay, eða? Nei. Það bara Lexin ekki búin að smíða. Það vandamáli hjá okkar bara. Lexin búin að vera latur, það Já. Upptíkinn kallinn, sko. Já, ég er bara latur. Já, síðast 4 kom út í vetur. Málið ég held að Lexi hafi ekki nú oft verið kallaða latur, sko. Nei, við þurfum bara að segja bara to his face. Skilur þið, bara algjörlega, sko. Rífa hann aðeins niður á jörðina, sko. Rosalega hátt upp, eðlilega. Eðlilega, þú horfir á hann gæja og þú ert náttúrulega bara, fyrir eitthvað sem að þekki ekki, þetta er maskinan, kvöldur. Það er ástæðið fyrir því. Sem við ætlum ekki að fara út í sjón. Nei. Þarna var eitthvað með blátt. Flash? Nei, þetta er ekki flash. Þetta er eiginlega svona blind. Þetta er kannski meira blind heldur en flash. Þú sér það svona smá út undan, sko. Ekki mikið en svona rétt. Þetta er bara, þú færði þarna, ég veit ekki hvað ég að segja. Bara eitthvað snjóbolta í smettið, eða? Slímbolta, bókli. Já. Þetta er skrítið. Já. Þú veit að fengið eitthvað svona CS, eða? Eitthvað slímbolta? Nei. Varstu að hugsa eitthvað lengra? Nei, flott. Það er nokkuð. Já, það inni, sko. Eitthvað, eru FSU-urinn að fara hérna í... Þetta er slumman. 9-3 kursið? Að fara í hvað, segir þið? 9-3 kursið. Er það ekki slum nöðsvægt? Ég held að... Anna, slumman. Anna kemur slumman. Erum að tala um að fólk sé slumman? Já, maður kann alveg segja það. Já. Það má vera vald yfir þetta rand, sko. Já. Svona nokkuð þægilegt. Þarna var einn góður bíll að keyra hérna. Simon hérna. Einn eftir. Hann er svolítið oft einn eftir. Já, ég veit. Það eru svona ákveðni playerar, sko, sem eru stundum allt og oft einir eftir. Alltaf einn í liðinu sem er svona lörkar einhvern veginn. Ef að Simon er að fara að klára þetta, þá vil ég fá dramatísk Simon frá þér. Það er hann á 5 HP. Simon maður. Ég var búinn að hlaða í Simon! Það var bara svona Aguero moment. Já. Herru, það er Sviss. Það er Sviss, mitt. Sjáum hvort að 10-2. Að breyta eitthvað svona dýnamíkin í þessu. 19 frögg á Pierogi Maker. Pierogi Maker. Pierogi Maker. Hlýtur að málið. Simon að toppa hérna með 10. Eru hérna eitthvað sem stelpum nöfn í deildinni eða? Sko ég kannast kannski eitthvað við Kate. Kannski líka svolítið algengt nafn. Það var líka alltaf, var ekki alltaf hérna Kata í síðast í gamla daga? Jú, það var Kata. Hvað var Kata aftur? Hvað var það aftur? Já, hvað var það aftur? Það var Kötu. Kollóttu síðast. Já, hvað? Þið vitið það, Kata, eitthvað meira? Já, betur við Kata, hann er ofan á Kötu. Það var hérna ofan á... Kemur það þaðan? Þaðan. Hvað? Nei, þú veist bara nafnið. Þú veist, er það tengingin? Ég veit. Er það ekki ofan á húsinu þarna í Inferno? Jú. Bústið. Já. Var það ekki eitthvað svoleiðis? Var það ekki eitthvað saga? Ég þekki hana ekki, sko. Ég ætla að vekja hana. Þú söguna. Má halda áfram. Já. Í þægindunum. 11-2. En hvernig virkar núna eins og að þú varst að segja bara peningasystemið? Skilurðu? Eiga FSU eitthvað til að kaupa núna? Þú veist, geta þau eitthvað að kontesta þetta eftir Pistols? Nei, þau eru að forsa samt, sko. En í rauninni, þú veist, í Valorant, ef þú sparar 1 round, þá getur þú keypt fullbæði næsta. Það er svolítið það, sko. Á hverju heldur þessi, þú veist, hvað var þetta? Þetta? Nei, þú veist, það var ekki hnífurinn, var ekki bara sverð. Þú veist, hvað er þetta? Blævangur, já. Þetta er blævangur, eðlilega. Þetta er hnífur samt, sko, þetta er hnífur. Þetta er hnífur. Ok. Make sense. Það erum alveg fyrir falleg styriksin. Já. En þetta er eitthvað sem er bara þessi champion. Þetta var skot. Þetta var á skátnum, sko. Mars, hvað heitir hann?
Marshall? Nei. Já, Marshall. Svo operatorum, mástu. Einmitt, það er vappinn. Við erum svolítið að kalla þetta vappan og glögu. Já, við viljum bara ekki vera því að við erum atvinnumenni Lísa. Einmitt. Þannig að við erum ekki að fara í einhverja greinilega í kvöld. Melly. Já, ég er svona community person, sko. Jæja. Jæja. Heyrðu. OK! Þetta var myndalegt. Ég kann alltaf meta góð sheriffskot í haus. Svakalegt. Beautiful. Ásbrú, þetta bara að keppa upp á heiðurinn hérna í þessu leik. FSU komnir áfram í undanúrslit enn eitt árið. Já. Spiluðu til úrslita í fyrra. Og ætla að reyna að hefna fyrir það. En sko, FSU eru með hörkulið. Hörkulið, sko. Já, þau eru það. Þarf eitthvað aðeins að vinna kannski aðeins að rífa Valorinu, en náttúrulega eins og við talum á hann, það er náttúrulega svolítið öðruvísi kannski að vera búinn að vinna. En, Aðan ekki Muslimann. Muslimann. Svo líður þessi svona alveg djúp ráka, sko. Ég veit nákvæmlega hvað þetta er. Operatorinn hérna. Eru eitthvað að spá í rót þetta. Yfir ábíð. Hvað er þetta? Hvað er að hlaupa þarna? Af hverju? Það dó reyndar í pollinum hann, sko. Já. Hvað var það sem dó í polli þarna? Sko Gekko, þessi hann með grænharið, svolítið svona eins og einhver nútíma Eminem-týpa, sko. Svona nútíma Eminem-týpa. Já, þetta er K-pop Eminem-útgáfan, ok. Hann er svona eins og Pokémon-trinni, sko. Hann hendir í sig hann slummu og einhverju dýri og lætur það að setja hann við springina fyrir sig, sko. Getur líka notað til að Hvað ertu með? Ég er með slummu og dýr. Já. Þú veist, bara hvernig strattar það? Þetta var 4K á Viktor. Já. Emma var fyrir 12, komin í match point. Jæja, þetta er æsið spennandi. Emma á hérna að reyna að klóra í bakkan, fara í 2-1. Leik sem er náttúrulega FSU búinn að vinna kvöldið. Já. Þetta er gríðarleg spenna. Þetta er alveg þungt þegar við fáum svona leik síðan, sko. Það hérna vantar okkur 13-11 leikir sem við vorum að tala um á hann, sko. Ámgrínsmaður. En þetta er einhvers síður alveg skemmtilegt fyrir lið Emma og í Valorant. Að þetta er ekkert endilega saman lið og er búið að spila hinleikina, sko. Þannig fyrir þeim eru þau bara að taka sigur kvöldsins. Svo er líka bara spurning út að sé einhver spjörhæðsla þegar það er þrefaldur Íslandsmeistari á mæknum, sko. Það er svolítið. Já, meina. Nei, þú veist ekki, þú er stressaður. Já. Þú veist, þú bara, við sáum líklega svon Roland Delatze daginn og þú náðir ekki bara upp orði. Það er það magnað, sko. Ertu búinn að fá staðfest? Já, þú veist, hvað hét hann? Delatze Rolandsson, kom hérna. Mjög líklegt. Svonur Roland Delatze. Þú veist, ég ætla ekki að reyna að rugla það mikið. Það er magnað, sko. Það væri ennþá magnar, það væri ekki. Það væri svo bara einhvern annan. Það væri burðulegt stöf, sko. Þannig er hún náttúr hérna þessi gauðir svona. Og er þetta bara eitthvað Palworld dæmi hann og það er hann að captura þessa pókikúlur hann? Já, þú veist, hann kastar þeim og svo þarf hann að sækja þær aftur til að nota þær aftur. Já, eðlilega. Já. 12-4. Já, 12-4. Það virðast bara allir vilja keyra á aðeins. Emma ætlar nú að halda sig af lengin í keppnina hættir. Einmitt. Já, einmitt. Hleypaði maður þessi inn í þetta núna. Það er bullandi sheriffrátt á Emma. Já. Ég ætla að spá að við séum að fá eitthvað geggja hérna. Þetta er eiginlega sheriff á móti bandalum AK, sko. Er þetta í fyrsta skipti bara í sögu
Rísi sem kalt inn í þessu stúdíu. Það ekkert kalt innan, sko. Bara 0% kalt, sko. Það kalt, eða? Nei, Ég, sko, ég bara En ég er ekki í samt góð. línu hérna, sko. Bara það sem ég bara í vindi, sko. Nei, ekki, Bjarki, ekki loka. Nei, leiði þess að vera. Byrju, fyrirgeðu. Bara alls ekki. Ég er ennþá rauður í framan að hita mig. Það er ekki að hita. Þú verður bara rauður í framan. Nei, alls Þú veist, ekki. Það er bara hér í þessu stúdíói sem ég er rauður í framan. Það er bara því það Það er sama á Tommirinn að ljúga út, hann er alltaf svo, sko bara, ég hef aldrei farið með útsendingu sem ekki rauður í framan, sko. Það er þetta rétt, ég hef aldrei séð Tomma ekki rjóðan bara. Það reyndar sko yfirleitt þegar maður gerir hann óþægilega, sem er mjög skemmtilegt. Já. Við þökkum honum innilega fyrir að hafa komið og spotta okkur þetta síðast. Það er að þegar það fór allt í skrúuna hjá þessum hópi, þá vorum bara að reyna að finna Kidda. Já, hvað er Kiddin? Við þurfum að gera sérstaklega bók um það. Ef að fólk veit hvar Crowley er, segja okkur. Við lofum að segja honum ekki að það verið þið sem sögðu okkur. Fjölskyldar hans er að leita á honum líka, veist. Já. Spækirinn nýri, 4-4. Er ekki eitt últan þegar? Já. Þarna bara spónaði þessi meistar aftur, sko. Já, mitt. Hugsa samt. Heyrðu. Nei, en sko núna á Sova, FSU á últi. Nei, hann er Ekki lengur. Þetta er MA að klára þetta hérna. 2-1 er kvöldið. FSU að fara áfram í undan úrslitin. Hörkukvöld. Hefðum viljað fá kannski aðeins með spenning seinni tvoleikina. Það var kannski pínu one side. Já, en ég meina þú veist þetta, svona spilast þetta bara stundum og hérna, og leiðilegt að fá Emma út núna í fyrstu fyrir, því maður heldur stundum svona alltaf með þessum skóla, sko, sérstaklega ljósið að þetta er á svo góða tengingu við ræðþróttir. Já, bara með bara töluleikja braut og allt þetta, sko. En þú veist, FSU náttúrulega í úrslitum í fyrra og hörkuskóla hvernig kom inn. Við slum kíkja á bracketið, sjá hvernig allt saman lítur út núna, hvernig næsta viðureign og annað slíkt. Kemur í ljós á miðvikudaginn eftir viku hvort það verður, FG eða menntaskólan á Tröllaska sem að mætir FSU. Og þá erum við að loka bara einfallega undanúrsliða hringnum. Er það ekki rétt hjá mér að á síðasta ári voru það einmitt Tækniskólinn, FFA, FSU og var það FG, var það ekki MA? Nei, FG fór áfram. Þannig að við gætum verið að enda með bara sömu lið í undanúrslitum. En spurning hvað Menntaskólinn á Tröllaska eins og það gerir á móti FG í næstu umferð. Það er náttúrulega liðin sem voru þarna í hvað 4. og 5. sæti í öllu. Ætti að vera svona sá leikur sem að myndi fara hvað svona næst hvora öðru, þú veist, gæti verið mest spennandi. Já. Þannig að við vonum það allavega, því að með eins og við segjum, það er smá erfitt að peppa sig í gang þegar það eru tveir svona loka leikirnir fara svona svaka leikla. Já, við hefum átt að vera bara búin að opna okkur Red Bull og eitthvað og svona aðeins að rífa okkur í gang, sko. Við tölum bara hreint út, sko. Þú veist, og til þess, og þegar við ætlum að rífa okkur í gang þá fengum við pítsu með annars ólöfum og sveppum, sko. Það var náttúrulega snill. Og hún var mjög góð. Já, en þú veist, en það er ekki svona að rífa sig í gang. Nei, hún er eiginlega basically neldi mér niður, sko. Það er bara alveg bara... Já. Hún bara svoleiðis straujaði mig, sko. Þú ert ekkert á hann að halda, djúvill var hann svona góð maður. Ég ætla að gefa það. Gíslega góð. Það var góð ákvörðun. Já. Ella. Við lýsum þetta Kidda. Ef ykkur finnur Kidda, fær við komandi líka bara sjó frá Kidda. Já. Hátaði sjó, eitthvað. Bara mynda á honum, í hvað umhverju sem er. Hann er rosalega arti núna. Kiddi? Póstaði myndi sem er rétt á grammið daginn. Ná. Degi fyrir... Þurfum að ræða eitthvað? Degi fyrir frís. Þungur, sko. Við þurfum að skoða, við þurfum að taka það. Það er ástæðan ekki búin að koma, því hann lítur náttúrulega okkur sem stórubræði svona. Já. Þú veist að passa upp á sig, sko. Við þurfum nefnilega að koma og taka það svolítið fyrir í næstu viku. Já. Fá þá mynd bara beint upp á... Við þurfum að ræða mætingu. Já. Við þurfum að ræða þetta. Þurfum að ræða það, þú veist, ég meina, ertu búin að hlusta á nýju plötuna? Já, mjög góð. Já, þú veist, en ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er svo dimmum stað, sko, hann að FOS-læði, sko, þú veist, það er Kiddi komin, þetta er, maður er að sjá þetta allt spílans niður, mætir ekki, reykir, og svo kemur eitthvað svona.
Við erum að pæla í nýju tattónum líka, það er alls konar sem við vorum að velta fyrir okkur. Þetta er skrítið, sko. En við fengum að kynnast melinu mjög vel í dag. Já. Eigum samt eftir því það er 100% að Kiddi mætir ekkert alltaf, þannig að þá ert þú bara, þú veist, Já, ég myndi bara gerðu bara ráð fyrir að vera þetta miðvikudag, skilurðu? Já, það er bara flott. Þá farðu hina hraðaspurningarnar. Já, sko, ég er náttúrulega alltaf á GameTV samt. Að stríma með fyrirnætti Pingsins. Já. Er það ekki í kvöld? Jú. Ertu að fara í það núna? Heldur betur. Nei, ég hefði átt að vera því, en Bjarki Melsteð sendi bara, afsakið hérna. Hún kom til að plugga. Kom til að redda. Þetta var úthugsað, sko. Ég er svolítið svona eins og slökkulið, sko. Ég kem og slökka elda þegar það er brýn nauðsyn. Já. Við þökkum þau bara fyrir það. Bara ekkert eðlilega mikið sem við þurftum að láta gefa okkur að gjöra. Ég held að við segjum þetta gott að sinni. FG, Menntaskóla Tröllaskaga, eftir viku hér á bara Stöð Vísport og rafíþróttarás. Á Twitch, Twitch TV þetta var eitthvað skrítið hvernig ég ætlaði að fara að segja þetta. Ég var ekki alveg svona... Ég ætlaði einhvern veginn að segja rás, rafíþrótta á Twitch. Ég veist hvort þú ætlaði með þetta. Twitch TV, rafíþróttir, en þú veist, þú getur reynt að geta eitthvað formlegt, sko. En við verðum með því viku bara nákvæmlega þessari rás og nákvæmlega sama stað, nákvæmlega sömu stemmingu nema kannski verður Kiddi hérna, ef ekki þá verður Melina hérna. En þú veist, alltaf bara ekkert eðlilega spennandi að vera alltaf með leynigest og þannig að það sem mér finnast í þessu er að maðurinn sem er ráðinni er ólíklegasti leynigestur sem er geggjað. Sjáumst í næstu viku, dagkvöld.